svo margir sem að upplifa þetta að vera búa lengi í annarri menningu að fá eiginlega bara hálfgert menningasjokk við að koma aftur heim. Og þarna hafði það æxlast hann í Hallgrímskirkju að þessi foreldramótnar voru orðnir mjög alþjóðlegir. Og svo leitist það þannig að ég tók við starfið þar og var til aðstoðar og var með í það starf foreldramótnan í Hallgrímskirkju sem var mikil blessun og bara stórkostlegt að fá að hitta fólk frá alls staðar að úr heiminum. Og svo æxlaðist það þannig líka að ég bý í bústaðahverfinu og ég fór að starfa, ætlaði að fara á foreldramótni í Bústaðakirkju. Þá var enginn til að sjá foreldramótnana. Og Pálmi Matthíasson, hann bara segi við mig, ert þú ekki til í að sjá þetta bara? Og á þeim tímapunkti vissi hann ekkert hver ég var. Svo þetta var, en ég trúi því að Guð hafi leitt mig þarna inn í þetta starf, bæði í Hallgrímskirkju og Bústaðakirkju. Því þarna mynduðust tengsl við fólk, aðallega konur af erlendum uppruna sem voru hér af ýmsum ástæðum. Og á þessum tíma þá var vinkona mín að starfa hjá Kristniboðssambandinu, hún hafði verið kristniboði og hún var heima með dóttur sína. Hún frönsk, þessi vinkona mín, hafði verið líka kristniboði. Og við fórum alltaf saman á hún kom á foreldramótnan og við áttuðum okkur á þörfinni til þess að kenna íslensku. Það voru svo margar konur sem við kynntumst í gegnum þetta starf, þessa foreldramótna, sem að höfðu verið hér árum saman, jafnvel áratugum og bara ekki náðu að læra íslensku því þær voru heima með börnin, gátu ekki tekið börnin með sér. Tímarnir voru vilt á kvöldin og það var ekki tekið tillit til þess. Svo við fengum báðar, eða í sikkurri lagi, þá fannst okkur Guð tala til okkar að segja að þetta eitthvað sem Kristniboðssambandið þarf að gera, að mæta þessum mæðrum. Þannig að þær geti lært íslensku en verið með börnunum sínum. Og þannig byrjaði þetta, núna erum við að fara af stað með 10. veturinn í íslensku kennslu. En þetta átti eftir að breytast töluvert mikið, hópurinn. Fyrsta árið, og jafnvel fyrstu 2 árin, þá voru þetta megninu til þessar mæður sem við höfum tengst í gegnum foreldramótna sem að komu og þær voru yfirleitt þá giftar íslensku mönnum eða í einhverjum komu út að námi eða öðru og ekki endilega flótta fólk. En svo fóru þetta að spyrjast út og smátt og eiginlega bara mjög hratt þá breyttist starfið í það að vera fyrst og fremst flóttafólk og hælisleitundur eða umsækjendur alþjóðlega vernd sem að sóttust eftir því að komast í íslensku kennslu hjá okkur. Og frá því að þetta byrjaði, fyrsta veturinn voru nemendurnir kannski 30-40 svona yfir árið og núna síðustu 3 ár þá þetta svona 200-300 mann sem að fara í gegnum þessi íslensku námskeið hjá okkur, þannig að þetta hefur vaxið gríðarlega. Mér langar svona aðeins bara að segja ykkur frá því og það meira sem við gerum. Þetta starf hefur vaxið mikið og fyrir 2 árum þá var samþykkt á aðalfundi Kristniboðssambandsins að þetta væri samþykkt sem að Ísland og innflytjendur á Íslandi yrði tekið inn sem kristniboðsakur eða kristniboðsland. Því að við höfum kristniboðslöndin eins og ég sagði byrjun Kenýu og Eþíópíu, við erum líka með kristniboð í Japan og þetta var svona formlega samþykkt að við ætlum að starfa á þessum vettvangi og þessi málstofa yfirskriftin hefur yfirskriftina þegar akurinn kemur til okkar og það er bara það sem við sáum gerast. Meiri hluti nemenda okkar núna, eins og ég sagði, umsækjendur alþjóðlega vernd, stór hluti eru múslimar, koma frá Miðausturlöndum og margir bara, allstaðar að. Við höfum undanfarin ár með mikið fólki frá Venezuela sem hefur komið til okkar en svo er þetta náttúrulega bara breytilegt eftir því hvaðan fólk er að koma. Og við höfum frá upphafi verið alltaf með kennslu 2 í viku og nú erum við alltaf á 3. og 5. og við erum með svona 40 mínútna innlögn þar sem allir eru saman og þetta hefur stundum verið svolítið kaotískt, stundum við verið með 80 manns í þessari innlögn og svo þarf að skipta öllum í hópa. Fólkið sem kemur til okkar er í þeirri aðstöðu að þau eru bara, líf þeirra er svolítið bara, þau hafa vorulega litla stjórn á eigin lífi. Þannig að mætingin er bara svolítið svona
fram og tilbaka hjá þeim. Og við erum kannski með 150 nemendur skráða á námskeið, en við vitum alltaf það mæta aldrei fleiri en 70 til 80 í einu. Guðslof, því að við ráðum ekki við meira og salurinn okkar tekur ekki meira. Og svo erum við með kaffi þar sem er hægt að spjalla og svona, og svo syngjum við saman, bæði sunnudagaskólasöngva og leikskólalög og svona, og líka bara íslensk þjóðlög og ýmislegt sem tengist kennslunni. Og svo erum við skiptu við í hópa, og þar eru það sjálfboðaliðarnir okkar sem eru lykil fólkið. Við erum með góðan hóp og við höfum verið blessuð með frábærum hópa sjálfboðalið, mikið kennarar sem eru konur á eftirlaun og vilja halda áfram að gefa af sér, og það hefur verið mikil blessun. Og þá reynum við að skipta í hópa eftir getu og eftir málsvæðum, hverju fundist það hjálpa. Og það hefur alltaf verið hjá okkur, alveg frá upphafi, börn eru alltaf velkomin. Því miður höfum við ekki getað boðið upp á barnapössun eða neitt slíkt undanfarin ár, en við erum alltaf með horn þar sem eru leikföng, og þau eru alltaf, það er alltaf í forgrunni. Börn eru alltaf velkomin, foreldrar með að taka börnin sér með. Það verður svoleiðis svo lengi sem ég verð þarna. Við reynum að skipta í hópa eftir getu og eftir málsvæðum, og hverju fundist það hjálpa mikið. En þetta er íslensku kennsla auðvitað, og við erum með viðurkenningu sem fræðsluaðilar frá menntamála yfirvöldum, og við þurfum að hafa allt og höfum allt mjög faglegt í sambandi við kennsluna. Við gefum út kennsluáætlanir, við erum með gæðahandbók, og við förum eftir öllum þessum kúnstæranna reglum til þess að halda þessu leyfi sem að við höfum, því að það gerir okkur kleift að fá styrki, og við hefum svolítið verið í barningi með að fá þá styrki sem okkur finnst að við ættum að fá, því þetta er alveg gríðarlega mikilvæg samfélagsleg þjónusta sem að því miður sveitarfélögin og ríkið er ekki að sinna nú að vel að mínu mati, ef ég má bara vera hreinskilin með það. Þannig að við fórum þessa leið, við sóttum þetta að verða viðurkenndir fræðsluaðilar, og það er heilmikið vinna í kringum það, en það hefur borgað sig núna, loksins. Það fengið svolítið viðurkenningu fyrir það sem við erum að gera. En fyrir mér þá er þetta fyrst og fremst kærleiksþjónusta. Það er bara númer 1, 2 og 3 í mínum huga. Það fyrir alltaf meir og meiri tími að sinna nemendum utan kennslunar. Þetta er bara 2 mótnar í viku sem þau koma og fá kennsluna. En það er alltaf oftar og oftar sem þau koma, þau hafa samband, og við kannski við ljúkum kennslu klukkan 11:30, en við erum alltaf fólk kemur til okkar eftir með spurningar, svo það er oft til 1 og 2 á daginn. Það fer allir dagurinn í þetta, sinna fólkið með alls konar mál. Og svo hafa þau samband líka, megum við koma að tala við ykkur, getur þú hjálpað mér með þetta, getur þú hjálpað mér að fylla út, og við hringjum fyrir þau í hinnar ýmsu stofnanir, og af því það er oft erfitt að vera bara einn og maður skilur ekki mörg þegar að tala, bara ekki neitt nema sitt eigið móðurmál. Langflest í rauninni gera það. Það er það yfirleitt spænska eða farsi núna undanfarið, og þetta er sem sagt þegar akurinn kemur til okkar. Það er en það er sem sagt og við reynum að sinna þessu eins og við getum. Það eru auðvitað ýmsar áskoranir þegar kemur á þessu, til dæmis eins og tungumálið, en það er bara, við fengið að upplega hvernig Guð er með og hvernig hann leiðir okkur og hvernig hann brúar bilið þegar kemur á tungumálinu og öðru. Og við erum líka verið notið þeirra blessunar að vera með marga kennara hjá okkur, sjálfboðaliða, sem að hafa reynslu og menntun á sviði sálusorgunar og handleiðslu. Við erum verið með prestlærða og djákna, og það hefur verið mjög dýrmætt, sem hefur skipt miklu máli. Það eru, eins og ég sagði, margar áskoranir. Nemendurnir eru mjög mislangt komnir í tungumálinu, og svo er hópurinn síbreytilegur. Ég veit í rauninni aldrei þegar ég kem á mótni hverjum ég er að fara að kenna. Það er bara, og það er mjög, og svona í byrjun var það mjög erfitt, en ég bara farin að hugsa, svona er þetta bara, og svo veit ég bara endurtekningin, hún gerir öllum gott. Og svo er þannig að nemendahópurinn er sífellt breytilegur. Þau, eins og ég sagði, þeir sem eru hér og bíða eftir að fá alþjóðlega vernd,
þau ráða ekkert sínum tíma. Það getur verið hringt í þau að fara flytja á morgun. Eða þú þarft að mæta þessum stað og núna og eftir. Þannig allt í einu þurfa þau að fara á tíma eða þau get ekki mætt í einhver tíma. Tímabili var vesen með strætó. Það var bara einn úr fjölskyldunni sem fikk strætó með það, sem kom þá sem fulltrúi og bað svo efni til þess að geta hjálpað fjölskyldunni sinni að læra heima. Þannig að veruleiki þessa fólks svo ótrúlega, já, bara maður trúir þessu varla. Þetta alveg eitthvað sem að við bara eigum erfitt með að setja okkur, það erfitt að setja sig í þeirra spor. Og svo líka námsstaða nemendana mjög mismunandi. Margir nemenda hafa aldrei gengið í skóla og eru ólæsir og óskrifandi á sitt eigið móðumál. Þannig getið ímyndað ykkur að koma bara eitthvað algjörlega nýtt land og sjá eitthvað stafróf sem þú þekkir ekki og fara að læra. Þetta langur vegur. Og við höfum verið með nemendur sem búin að vera hjá okkur nánast frá upphafi og eru rétt núna eftir kannski 7-8 ár farin að geta sagt bara ég heiti, ég frá. Svona alveg eins, bara einföldustu setningar. Og svo erum við með marga sem glíma við áfallastreitu, þau sem koma frá stríðshrjáðum svæðum og fólk sem að glíma við áfallastreitu, það bara getur eiginlega ekki lært. Þá þetta bara, það þessi kærleiksþjónusta. Við erum til staðar, þau fá að koma og við finnum það mikið með þennan hóp, hvað þetta mikilvægt að koma, þær koma þannig konurnar frá Afganistan að hitta vinkonur sínar. Það ekkert síður það sem skiptir máli fyrir þær. Að hittast og hafa eitthvað samastað. Þeir kannski hafa ekkert marga staði. Það eru að sækja það sem eins og hjá Hjálpræðishernum við erum með mikið af sömu skjólstæðingum og þau leita í það sem að þau hafa stað til þess að vera og finna að þau eru velkomin og þau eru elskuð og það það sem við viljum fyrst og fremst sýna þeim. Síðasta vetur höfðu brottvísanir nemenda okkar mjög mikil áhrif. Það var bara mjög erfitt að horfa upp á það og fylgjast með. Við fengum marga til okkar oft, þau þurftu bara stundum öxla gráta á og ég fann þetta tók mjög á alla sjálfboðaliðana, kennarana okkar. Þetta var erfiður og þungur vetur að horfa á eftir fólkinu okkar og vita ekki hvert örlög þeirra yrðu og reyna af svo litlum veikumætti að vera til staðar fyrir þau. Og það þetta og það sem náttúrulega mikilvægast í þessu og þetta þessi hlutverk sjálfboðaliðana, það náttúrulega að leiða hópana og þjálfa nemendur í að tala og svo mynda tengsl eins og hver og einn treysti sér til. Fólk bara ólíkt. Margir af nemendunum vilja gjarnan bjóða okkur heim í mat og kynnast okkur náið. Og ég segi alltaf við sjálfboðaliðana okkar, ef að þið gerir það sem þið treysti ykkur til, þá enginn að fara við sín mörk. Það bara, við leggjum áherslu á það. Og það myndast vináttur tengsl bæði milli nemenda og kennara og milli nemendana, ekki síst, sem svo ótrúlega mikilvægt. Og svo þetta að sjálfboðaliðarnir líka hjálpa þeim að mynda tengsl og fylgjast með líðan og virkni nemenda. Ég svona risastórum hópi og af því að við erum með þessa viðurkenningu sem fræðsluaðili, þá þurfum við að skila af okkur. Við erum ekki þeirra aðstöðu, við getum lagt próf fyrir nemendur. Það bara hefur ekki gengið upp eins og uppleggið En þá leggjum þau fá sjálfsmat og svo það kennararnir sem að sjáum að gefa mér tilbaka hvernig þeim finnst ganga og hvað við getum gert betur og annað. Og þannig að, já, það svona hlutverk sjálfboðaliðana ómetanlegt og svo stórt að ég get eiginlega ekki lýst því. Við þurfum aldrei með of fáa sjálfboðaliða. Það bara þannig. Þannig að einhver sem að hlusta og horfa, finnur í hjarta sínu, vilji taka þátt í þessu, að þá má bara hafa samband við okkur í Kristniboðssambandinu því að við erum með sjálfboðaliða sem að sumir eru bara einu sinni í viku, sem eru sjaldnar, koma bara sem svona, leysa af ef þarf og svo eru aðrir og langflestir sem koma, þeim finnst þetta svo frábært að þeir vilja vera eins mikið og þau geta. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur og eftir vitnisburði nokkra sjálfboðaliða. Og auk kennslunar í íslensku, allt þetta, þá kynnum við menningu og siði. Við kynnum fyrir þeir hátíðir og sér íslenska daga og sumardaginn fyrsta og svo leis. Við förum í vorferð ef við getum
og svo hefur við haft jólaskemmtanir og ýmislegt fleira og ég vildi óska þess að við gætum boðað meira og það er það sem að við, þetta er markmiðið að þetta sé að við séum að mæta þeim og þau fá að heyra fagnaðarerindið en þar sem að tungumálin stoppar okkur og þá gerum við það fyrst og fremst með kærleika. Þegar alltaf í kringum jól og páska og svoleiðis þá notum við tækifæri eins og við getum og þá stundum reynum við að túlka. Við getum ekki gert það alltaf því það þarf alltaf að túlka yfir á 4-5 tungumál, það tekur alltaf langan tíma. En svo bara hefur verið svo dýrmætt þessi persónlegu stundir og það er alltaf að verða meira og meira. Og það sem ég er sjálf búin að, það var svona hugsjónin og það sem ég sjálf búin að vera að biðja fyrir að við náum til fólksins og fáum að eiga og þá við höfum fengið að mæta einstaklingum í þessari sálusorgun og í fyrirbæn, jafnvel þó að við skiljum ekki hvert einasta orð og maður hefur fengið að finna það mjög sterkt. Þarna má sjá þegar við fórum á Þingvelli í maí fyrir 2 árum og það er alveg gríðarleg ánægja með þessar ferðir, þeim finnst þetta alveg stórkostlegt. Margir hafa aldrei séð neitt af landinu nema bara keyrt frá Keflavík og inn á eitthvað hótel í Hafnarfirði eða í Ármúlanum. Þannig fyrir þau að sjá, fá að fara í ferðalag, það er alveg stórkostlegt. Og við fengið að fara í síðustu 2 skiptið og við stoppaði í sumarbúðum KFK í Vindarslíð, fengið að hafa þar aðstöðu og svo reynum við alltaf að gera eitthvað fyrir sjálfboðaliðan okkar. Við erum með jólasamveru og við erum með vorhátíð og því að þau eru svo ótrúlega mikilvægt. Þetta er mest fyrir konur, við viljum gjarna fá fleiri kalla og mér langar að lesa hérna örstuttar frásagnir frá sjálfboðaliðum sem hafa verið hjá okkur og það fyrst hérna Þórdís Klara Ágústsdóttir, ljósmóðir. Hún skrifar: Ég var svo lánsöm að vera beðin um að aðstoða við íslenskukennslu fyrir útlendinga á vegum SÍK. Ég segi lánsöm vegna þess að þetta er gefandi starf á svo margan hátt, auk þess er eftirsóknarvert að láta gott af sér leiða. Ég mætti til leiks í Kristniboðssalnum á Háleitisbraut í september árið 2021 með 2 hendur tómar. Við mér blasti hlýlegur salur fylltur glaðværu litríku fólki á ýmsum aldri. Mér var fagnað af leiðbeinendum sem greinilega lögðu hjarta sitt í verkefnið. Jákvætt viðmót þeirra var mér hvatning til að halda áfram og ég mæti einu sinni í viku við vetratíman. Ég hef séð að kenna í hópum með allt frá 8 upp í 20 einstaklingum. Einn starfsmaður leiðir söng og sér kennslu fyrir alla í byrjun og leggur þannig línurnar fyrir leiðbeinendur í hópnum. Nemendur mínir fyrir veturinn voru meðal annars Venezuelabúar, konur frá Afganistan og Afrikubúar komnir með smágrunn í íslensku sem gott var að byggja á. Þennan vetur hef ég eingöngu verið með byrjendur frá Venezuela, Peru og Afriku. Það er á margan hátt ævintýri líkast að detta inn í þennan heim. Þarna erum við algjörlega í núinu, njótum hverrar mínútu, gefum af okkur og þykjum. Íslenskan er snúið tungumál og það er gaman að finna áhugan og vilja hjá nemendunum að ná tökunum á henni. Fyrir mig er það áskorun að geta lagt mitt af mörkum til að svo verði þó að í litlu mæli sé. Öll samskipti byggjast á einlægni og þakklæti og þáttakendur styrkjast félagslega. Svo gengur maður út í gráan hversdaginn og þakkar Guði fyrir lífið og fjölbreytileikan og biður hann að blessa þetta mikilvæga starf og kalla fleiri leiðbeinendur til lífs. Og svo hefur við verið með, svo hún Þórdís er ljósmóðir að mennt og starfaði lengst við það og svo þegar hún var komin á eftirlaun þá kom hún og aðstóða okkur. Sigríður Jóhannsdóttir, hún er menntaskólakennari og hún hefur líka starfað, mér langar líka að lesa hennar vitnisburð. Fyrstu árin sem kennd var íslenska á vegum SÍK var Kristín Bjarnadóttir vinkona mín umsjónarkennari. Hún reyndi að höfða til mín sem íslenskukennara að taka þátt í talkennslunni en ég var ekki tilbúin fyrir það leyti sem ég hætti störfum. Þá var Kristín svo elskuleg að leyfa mér að koma í nokkra tíma sem aukamanneskja til reynslu og þannig gat ég lært af öðrum sjálfboðaliðum. Fyrst í stað fannst mér erfitt að læra nöfn nemenda og halda upp í samræðum en ég féll strax inn í sjálfboðaliðahópinn og starfsánægjan hefur aukist ár frá ári. Í COVID var ákveðið að hver kennari hitti alltaf sama hóp nemenda og það auðveldar mér að kynnast hverjum einstaklingi. Ég er líka svo lánsum að hafa mína eigin kennslustofu, en það eru því miður forréttindi fárra.
Norðið styðst hópurum minn við ákveðna kennslubók og blessunarlega stundum farið út fyrir efnið, svo ég óttast ekki lengur að vera uppiskroppa með umræðuefni. Það kemur mér sífellt á óvart hvað nemendur eru þakkláttir fyrir það sem fyrir þá gert. Þannig fæ ég á tilfinninguna að ég sé að gera gagn og sjálfboða starfið veiti mér ákveðin tilgang. Eins sakna ég þó frá mínum gamla vinnustað, þar stöðuðu karlar og konur hlið við hlið sem jafningjar, en í íslensku kennslu SIK eru konur nánast einráðar og væri gaman að breyting þar á næsta skólaár. Og nú vonandi heyra þetta einhverju kallar sem að gæti hugsa sér að vera með okkur. Og svo að lokum ætla ég að lesa frá henni Ragnheiði Sverrisdóttur, djákna. Hún hefur verið með okkur líka núna í töluverðan tíma. Þegar ég hætti að vinna var ég spurð hvort ég vildi vera sjálfboðalið í íslensku kennslinni og var það úr. Ég hef nú verið 2 vetur og kann mjög vel við mig í þessari kennslu þó ég sé ekki kennari. Ég kann íslensku og fæ námsefni og verkefni upp í hendurnar. Í fyrstu var ég með nemendur frá Afganistan sem kunnu ekki ensku nema ein kona sem einnig kunni talsverða íslensku. Hún vildi vera með í þessum hópi til að geta stutt landa sína þó hún ætti betur heima í hópi með lengra komnum. Hún vildi hjálpa löndum sínum. Án hennar hefði kennslan hugsanlega verið gagnslaus. Eitt sinn kom upp orðið stígvél og ég útskýrði það með mynd og þá spurði þessi kona, en vél masín? Ég hefði engin svör og var að segja, þetta bara svona. Einn vetradag þegar veðrið var ömurlegt benti ég út gluggann og spurði, af hverju viljið þið vera hérna? Svarið kom strax, hér friður. Ég fikk tár í augun og skammaðist mín fyrir að kvarti við veðrinu. Við fórum í ferð til Þingvalla í fyrra. Ég gleymi því ekki þegar sýrlensk kona dansaði á pallinu við Öxarárfoss. Hún var svo glöð að vera frjáls. Hún enskukennari og leggur hart að sér að læra íslensku. Þannig bæði hámentað fólk hjá okkur og einnig fólk sem hvorki kann að lesa né skrifa. Þau menntuðu hafa mikið forskot og ungt fólk fljótar að læra en þau eldri. Það spennandi að fá að kynnast fólki víða að úr heiminum. Það ríkir traust og væntumþykja milli nemenda og kennara sem ómetanlegt. Öll skiljum við tungumál kærleikans. Og já, það bara svo yndislegt að fá að sjá hvernig, bara og eins og ég segi, þá eru svo margar sem ætla kannski bara eins og hún Ragnheiður, hún ætlaði nú bara svona rétt aðeins að vera með, svo hún búin að vera alveg trúföst og einn af máttarstólpunum. Við höfum líka verið að reyna að tengja það kemur mikið ungu fólki núna til okkar líka í íslensku kennsluna og við viljum gera eitthvað meira fyrir þau. Í voru vorum við með opið hús, svona spilakvöld og vorum að reyna að tengja saman íslensk ungmenni og ungmenni sem að koma gegnum íslensku kennsluna og það gekk bara nokkuð vel. Og svo erum við stofnaði ég ungmennakór í vor sem ég vona eftir að vaksa og dafna. Já, þessi hefur eitthvað aðeins hoppað til. Þetta átti nú að vera aðeins þarna fyrr. Þarna mynd frá vorfagnaði og þá koma nemendur gjarnan með mat frá sínu eigin heimalandi ef þeim finnst það mjög dýrmætt að fá að deila með okkur og gefa tilbaka. Þeir eru ótrúlega þakklátt fyrir það. Svo oft bara dansað fram eftir degi. Þetta fólk sem kemur úr samfélögum þar sem að allir eru saman, það eru stórfjölskyldunar, vinirnir, nágrannarnir, svo koma til Íslands þar sem hver í sinni holu einhvern veginn, þannig að þarna bara brýst út einhver bara gleði sem að stórkostlegt að fá að taka þátt í. Ég hef notað krílasálma. Krílasálmar eru nokkuð sem þekkt innan kirkjunar. Ég hef svolítið tekið það módel og notað það með útlendingum og þetta eru mest erlenda fjölskyldur sem koma, líka íslenskar. Við gerum allt á íslensku, syngjum á íslensku og förum með rímur og ýmislegt, en ég ger þetta bara aðeins hægar, þannig að þau geti náð að fylgja og nota þetta til þess að þjálfa og læra íslenskuna og tengjast öðrum fjölskyldum sem ekki endilega ekki endilega flótta fólk. Þannig að þetta svona tilraun til að tengja saman íslenskar og erlendar fjölskyldur. Og já, þannig að þetta svona það sem við erum að gera og svo ég sagði þá verið svona, við byrjum þessa íslensku kennslu og ég hef verið svona að biðja fyrir því og bíða eftir að sjá eitthvað meira gerast að fólkið fái að mæta Jesú í gegnum þetta allt saman og sérstaklega núna síðasta vetur fengi að upplifa það. Og mér langar bara að deila með ykkur í lokin áður en að ég gef tæki fyrir spurningar. Sögu þegar var ungur maður ungur strákur sem kemur frá Miðausturlöndum. Hann 17 ára gamall, orðinn 18 ára núna og 17 ára þegar hann kom hingað ásamt móður sinni og 15 ára bróður sínum.
kom frá heimalandinu þar sem hann hafði verið fangilsaður meðal annars, þau fjölskyldan. Faðir hans týndur, þau veit ekkert hvar hann þau veit ekki hvort hann lífs eða liðinn. Og þessi ungi maður, hann kom í íslensku kennsluna, byrjaði að læra og þegar núna í vor þá fengum við kristinbóðan okkar sem eru staðsettir í London sem heita Janet og Meran. Þau starfa meðal fólks frá persneskumælandi frá Miðausturlöndum og hann, Meran, talar persnesku og kvöldið eftir íslensku kennsluna þá vorum við með samkomu fyrir ungt fólk og ég sagði við hann, þú ættir að koma og hitta krakkana. Og þannig kvöldið þá heyrði þessi ungi strákur vitnisburð Merans sem alveg einstakur hvernig hann flúði sitt heimaland sem sama land og strákurinn kemur frá. Hann flúði og hann var búinn að gefast upp á Íslam og hann flúði vegna þess að hann var búinn að fá nóg af trúarbrögðum. Og hann sagði frá sínu vitnisburði hvernig Guð mætti honum síðan og þarna sat þessi ungi strákur og ég horfði bara á tárin renna niður. Og frá þessu kvöldi þá hefur hann gengið stoltur með stóran kross um hálsinn og segir bara Jesús, hann hefur bjargað mér og hann minn besti vinur minn og hann núna að læra, hann lærir á netinu biblíuna og fær leiðsögn frá kirkjunni sem hann með á netinu í gegnum á móðumálinu hans og það bara stórkostlegt að sjá og svo fjölskyldan, mamma hans farin að koma með og svo erum við að sjá einn og einn og ég fengi að biðja fyrir fólki og ég spyr þau, má ég biðja í Jesú nafni vegna þess að ég trúi því að það kraftur í nafni Jesú og þau leyfa mér alltaf að biðja en ég spyr þau alltaf fyrst hvort ég megi biðja í Jesú nafni vegna þess að mörgur eru annar trúar, ég hef aldrei fengið nei og þau eru alltaf tilbúin til að leyfa okkur að biðja fyrir sér og með sér og þetta svona, sem ég segi, við mætum einstaklingunum eins og við bara mögulegast getum og svo brúar Guð bilið með tungumálin. Það bara, ég fengi að upplifa það í Eþíópíu þar sem ég var í mörg ár en líka í þessu, hvernig hann brúar þetta bil sem til staðar. Ég ætla kannski ekki að hafa þetta mikið lengra, ef það einhverjar spurningar þá gjarnan bara tekið við þeim. Ef þið eru með spurningar þá þarf helst að spyrja í gegnum þennan mikrofón þarna svo þetta skilir sér allt í streymið. En já, ég veit ekki, kannski bara engar spurningar. Ég get kannski svona bætt aðeins við að þegar ég fór til Eþíópíu og var svona að glíma við þessa köllun á ég að fara og þetta var ekkit auðvelt að fara til Eþíópíu með lítið börn og að þá fékk ég vers úr Jesaja þar sem segir sjá, þú munt kalla til þín þjóð sem þú þekkir ekki og fólk sem þú ekki þekkir mun hraða sér til sín og mér fannst þetta svo skrítið vers á þessum tíma. Fólk sem þú þekkir mun ekki hraða sér til þín, erum við ekki að fara. En þegar ég kom síðan og leitist svona smátt og smátt inn í allt þetta starf meðal útlendinga hér, að þá hef ég verið orðið skýrar fyrir mér að þetta kannski hluti af þessari köllun sem Guð gaf mér. Ég átti lengi erfitt með að sætta mig við að geta ekki farið aftur til Eþíópíu sinni tíma, en það hefur verið mikið blessun að fá að taka þátt í þessu starfi og að fá að boða fagnarerindið og taka þátt í að breiða það út til endimarka jarðarinnar með þessum hætti þannig að Guð hefur sendt akurinn til okkar. Og ég finn það alveg að ég hef ákveð það að hafa búið sjálf í svona framandi menningu, þurft að læra tungumál sem bara með allt eru letri og bara sem virðist ómögulegt að læra, að hjálpa mér allavega aðeins að setja mig í þeirra spór. Þó ég sé náttúrulega ekki á sama kannski að upplifa nákvæmlega sama þau, en ég finn samt að það hjálpa mér að mæta þeim. Já, en ef það einhverjar spurningar? Já. Þakka þér fyrir, Helga Vilborg, alveg frábært að heyra þetta.
það svo margt framandi fyrir manni, eins og til dæmis þetta, hvernig gengur að kenna þeim sem ekki eru læsir eða ekki einu sinni, eða þeim sem ekki einu sinni með sama leturgerð þá, notið þið eiginlega engungu myndir eða hvernig virkar þetta? Já, þetta er nefnilega áskorinn. Sérstaklega, ég hef styðst mikið við aðferð sem heitir á ensku Growing Participation Approach, sem byggir á því að læra eins og barn. Og þegar þið þekkið hvað næstu Suzuki aðferðin í tónlist, þá þetta rauninni sama aðferðafræði. Þannig að við leggjum enga áherslu og ég er svona smátt og smátt að koma þessari aðferð inn. Það var alveg svolítið erfitt sérstaklega að fá kennarana til þess að átta sig á þessu. Af því að það þýðir ekkert fyrir okkur að nota ensku. Fólki skilur ekki ensku. Þannig að það þetta, hlusta, endurteka, aftur og aftur og nota myndir, myndbönd og já, þannig að það það sem við leggjum áhersluna á og að tala. Við segjum bara aftur, ég heiti, ég frá, alveg bara mörgu sem aftur og aftur. Þegar það festi þá byggjum ofan á það og maður hugsa bara hvernig lítil börn læra. Þau hlusta, þau fara að herma, búa til hljóð, svo mynda þau eitt og eitt orð, þau geta gert setningar. Síðan þegar orðin eldri, þá fara þau að læra að lesa. Svo kemur málfræðin. Þannig við reynum að byrja á þeim enda. Það er svona áherslan, já. Ein önnur. Hérna, eru þið með sama námsefni og hvað ríkið eða aðri sem að kenna? Hvernig þetta eiginlega? Já, við höfum verið svolítið að prófa okkur áfram með námsefni og núna ég hef það er til alls konar námsefni og misgott og það er náttúrulega ekkert af þessu sem er fullkomið. Við völdum núna í vetur að nota bók sem er nýútkomin af því að hún er með mikið af myndum og ég finn það bara, ég man tímabili þegar maður setti fram eitthvað og það átt að skrifa eitthvað, þá voru margir bara, þarf ég að skrifa? Og ég segi bara, nei, þið þurfið ekki. Sumir vilja skrifa, þannig við reynum að fara eitthvað milliveg, þannig við erum að nýta okkur efni sem er til sem hefur verið sem að ríkið gefur út í rauninni og kennslan uppbygging kennslunar er samkvæmt námskrá í kennslu fyrir erlenda nemendur sem að held ég þyrfti nú alveg að fara á uppfærabráðum en já það er, eins og ég segi, það er svolítið erfitt að því hóp og við erum með mjög ólíkar kannski þarfir með þetta námsefni flest gefið út fyrir framhaldsskóla eða fyrir hópa sem eru svolítið öðru vísi, þannig að það verður svolítið erfitt fyrir okkur að finna nákvæmlega efni sem hendar okkur. Svo erum við með hópa á mismunandi stigum, þannig að sá hópur sem er komin lengst, þau eru með meira lesefni og geta skrifað og svona. En já, við byggjum þetta mest á bara sjónrænu og heyrn og að herma og allt þetta, endurtekningu. En það er alveg magnað hvað er þetta að kenna á þess og ég segi alltaf fólk, hvernig kennur einhverjum ensku sem kann ekki ensku, skilur við, þú þarft ekki milligöngu tungumál og það verður miklu árangusríkara nám þegar þú læri bara beint nýja tungumálið að mínu mati. Já. Hvað fleiri spurningar? Þetta er frábært starf og gott að heyra af þessu. Ég bara hugsa ég kem utan á landi og þekki svolítið hópa utan á landi þar sem eru útlendingar og nýbúar. Hvernig sé hægt að gera þetta í einhverju, hvað sé hægt að byrja á þess að vera með formulega íslensku kennslu, það er náttúrulega stundum íslensku kennsla bara á vegum stofnanana út á landi. Hvernig sé hægt að gera eitthvað, hvað sé hægt að byrja eins og hafa opið hús fyrir útlendinga eða hvernig hægt að gera þetta? Já, ég myndi segja það bara að byrja, við hefum fundið það er alveg þörf fyrir svona bara eitthvað samfélagslegt, þú veist, einmitt, vera með opið hús á Norðurlöndunum, þá er mjög vinsælt það sem þeir kalla tungumála kaffi, þá er bara boðið upp á kaffi og vöflur eða eitthvað og fólk kemur og það er alltaf þá sjálfboðaliðar sem eru tilbúnir, bara að sitja og spjalla og þá eru kannski einhverjir sem eru með á einhverju námskeið að læra eitthvað að fá hjálp með heimavinnuna og svo leiðis, þannig það er bara að byrja, já, ég myndi segja það og þetta er eitthvað sem að mér finnst bara að kirkjurnar út all land ættu að bara vera með sem hluta sínu starfi, bara eins og barnastarfi eða þú veist, allt annað, þá ætti þetta bara að vera hluti af starfi kirkjunar að vera með og þá er ég bara að tala kirkjunar á Íslandi, hvort sem það er þjóðkirkjan eða fríkirkjur, þú veist, þetta er eitthvað við
það eru svo margir staðar í biblíunni sem það er svo biblíulegt að vera gestreisin og taka á móti fólki og vera til staðar. Þannig að, já, bara byrja. Þarf ekki að vera flókið. Og yfirleitt spyrst, sko, við til dæmis auglýsum eiginlega ekki neitt. Þetta bara auglýsir sig sjálft. Ég þori ekki að auglýsa því þá bara held ég að við ráðum ekki við hérna. Já. Ég ætlaði einmitt að spyrja það. Hvort þið væri eitthvað búin að auglýsa þetta? Nú ert þú búin að svara Já. því. En takk fyrir fróðlegt erindi. Ég hafði ekki hugmynd þetta. Bara Nei. að segja það eins og er. Og kannski er það vegna þess að við þorum ekki að auglýsa. Já. En þetta spyrst svo hratt út í þessu samfélagi og hérna við höfum alveg, við höfum alveg auglýst áður, sko, bæði ég er í svona Facebook-hópum þar sem eru tengsli útlendinga og ég auglýsti auðvitað eins og Krílasálmana og kór, það starf sem er og en íslensku kennsluna hefur ég býð alltaf aðeins fram á haustið núna til að sjá hvað skila sér tilbaka, hvað er að koma á nýskránum áður en við auglýsum og síðustu 3 ár hefur við bara ekkert auglýst vegna þess einfallega að þá bara ráðum við ekki við fjöldan. Svo kemur fólk til okkar að ég sá þetta hvergi við auglýsum bara já, bara afsakið, við getum ekki, við önnum því ekki, því miður, en hérna, já, en við eins og til dæmis hjálparstarf kirkjunnar, þau vita af okkur, Rauði krossin veita á okkur, hjálpræðisherinn veita á okkur og þau beina oft sínum skjólstæðingum til okkar, þannig að svoleiðis spyrst það líka út. En já, þannig að Þið talið þetta er sem sagt íslensku kennsla sem að er samt miklu meira því þið eru aðstofa fólki við ýmislegt eins og kom fram hjá þér. Hvernig sjáu þetta fyrir ykkur að þróast? Myndið þið vilja bæta einhverju við? sko, akkur þess að núna að þá bara, já auðvitað bara, og við höfum séð hvernig það hefur vaxið og ég verð bara að segja, þú veist, það er bara í Guðs hendi hvernig þetta þróast. Við höfum, eins og ég sagði, þetta er akur sem er hluti á okkar starfi og við höfum séð í starfinu okkar í Eþíópíu og Keníu til dæmis hvernig það hefur vaxið og bara hvernig Guð er að starfa og hvernig hann leiðir fólk til að taka við og allt þetta og við bara treystum því svolítið til sama með þetta að hérna já, ég bara, það sem kannski eitt sem ég geti sagt, ég sé fyrir mér að eftir einhver ár að þá getum við farið að senda fólk úr þessum hópi sem kristinboða, eitthvað annað kannski til sinna heimalanda eða einhverja svipaða menningu. Það er eitthvað sem að þetta verði til þess að kannski efla líka svolítið innviði kristinboðssambandsins og starfsins okkar. Að við fáum þau, það er svona, mér langar svolítið að þau verði, nú er þetta svolítið mikið svona þjónustu að þau eru að koma, en það tekur alltaf svolítið tíma að fólk finnir sig hér á ég heima og ég vil taka þátt. Og það er það sem okkur langar til þess að sjá. Og við hvetjum alltaf fólk til þess að finna sér eitthvað þau sem að eiga trú eða þau sem eru svona að stíga sér fyrstu skref í trúna til þess að leita sér að einhverju samfélagi þar sem þau finna sér heima og en það er líka bæn okkar að þau vilji taka virkan þátt í kristinboðsstarfinu á einhverju leiti, einhvern hátt, hvort það er hér heima eða einhver fær göllin til að fara eitthvað annað. Það er svona, já, bæn okkar. Já. Er þetta, allir sem koma, eru þau leitandi í kristna trú eða er það eitthvað skilyrði eða eitthvað slíkt? Nei, alls ekki. Í vor, þegar við vorum búin að missa Venezuela fólki okkar að stóru hluta, fjölgaði rosalega mikið fólki frá Afganistan til dæmis og það eru allt múslimar. Þá var orðið 1/3 hópnum og þau bara, já, þau hafa sína trú, þau eru ekki að leita að neinu öðru, ekki meðvita allavega og ekki þannig að þau segja okkur, en þau bera mikla virðingu fyrir því að við tökum trú okkar alvarlega og það er ekkert, sko, þau upplifa það ekki sem þó við segjum ég trúi þessu og við erum með krossinn þarna á vegnum og við förum ekkert í leyni með það hver við erum og fyrir hvað við stöndum. Og það er bara svona einhver kærleikur og virðing hann á milli sem að, já, og ég trúi því að við höfum verið að fá líka mikið fólki frá Íran. Þau eru mjög opin fyrir kristinni trú vegna þess að þau eru búin að gefast upp á því sem þau eru alin upp við. Og ég sé svolítið að kannski þau hafa sameiginlegt tungumál við Afganina, það sé einhver leið af því við höfum ekki tungumálið þarna.
að það geti verið leið fyrir fagnarindi til þeirra sem ekki þekkja Jesú. Það er ekkert skilyrði, við tökum á móti öllum, hverja trúar sem þeir eru. Og eins og þið sáuð á myndunum þá er bara stór hluti nemyndana mjög augljóslega múslimar og bara, já, það er bara svo gott að fá að vera þarna, við erum öll saman og það var bara svo, mér var bara svo gott líka að upplifa kærleikan sem er á milli sko Afganana og Íranana. Þessi Afganir eru flesti komni með dvalarleyfi hérna og þau komið til mín og einmitt við höfum tækifæri til þess að fá túlk þegar hann var hjá okkur þá fyrst að því að öll vildi segja þið verðið að hjálpa þeim svo þau geti verið hérna. Það var svona, það var þó þau var ekki sem að trúar þó að Íranir varu búin að snúa baki við gömlu trúnni. Því ég var svona pínu stressuð bara hvernig er það? Það er alls ekki. Þau eru öll í svo svipuðum aðstæðum, þau eru að flýja eitthvað sem að einhverjar erfiðar aðstæður. Þannig að já, þetta er bara stórkostlegt að fylgjast með þessu og það er spennandi að sjá hvað Guð ætlar að gera. Takk fyrir. Það er gaman að hlusta. Ég hef svo sem vitað af þessu, það sem þið eru að gera. Bara takk fyrir það. Það eru til kirkjur hérna sem að sinna svona starfi að kenna íslensku og það lítur að leiða einhverju leyti. Ég hef svo miklu að trúa heilögum anda og við þurfum ekki alltaf að stressa okkur sjálf á öllu, heldur bara trúi ég því að andinn leið okkur og leiði það sem við erum að gera til þess sem á að verða. Ég var út í Svíþjóð 1 vetur og þar var einmitt tungumálakennsla í kirkjunni og ég var búin að vera í svona mánuð og það voru konur og kallar þarna sem hefðu verið alltaf 11 ár í Svíþjóð og ég hef aldrei verið sænsku, bara dönsku í skóla. Ég var samt færari í sænskun heldur þau sum. Þannig að þetta tekur rosalegan tíma fyrir fólk að læra nýtt tungumál sem er svona allt öðruvísi og allt öðru letugerð og allt það. En sú kennsla hún fór einmitt mikið fram bæði með því að reyna að tala saman og að fara í svona skoðunarferðir. Þannig ég fór með þessum hópi margar skoðunarferðir sem ég hefði aldrei farið á. Það voru söfn og fór með þess að segja í Moskvu með þeim og hitt þetta þannig í Uppsala í Svíþjóð. Það lærist líka í tungumálið á því og einmitt að kenna þetta svona eins og börnin læra og líka sjá, eins til dæmis það var verið að kenna ensku einhverju fólki sem ekki kunni ensku og það var sko til dæmis böku kaka og að teki egg, þetta er egg sett í hrærivilina, öll orðin notu sko. Þannig að þetta fer svolítið saman þar sem maður sér og heyrir að þá mann maður það betur. Þannig ég bara gangi ykkur vel bara áfram með þetta starf. Já, takk fyrir það. Já, það er algjörlega, þetta er svo mikið með þetta bara að læra learning by doing eins og heitir. Og ég vildi óska þess að við gætum gert einmitt meira svoleiðis að fara í ferðir með fólki og svona en hópurinn er bara akkurat þannig núna að við getum það ekki af því að við vitum aldrei hverjir mæta hvenar og hvað er það margir. Þetta er svona, þannig að við höfum já. Þannig að þetta er svolítið sérstakur starfsvetningu. Ég hef nú kennt í skólum, grunnskóla og fleiri og þetta er allt öðruvísi. Þetta er bara, já, það er ekki hægt að líka sér saman. En það hjálpa mig, ég er tónmenntakennara mennt og mér finnst það hjálpa mér í þessari kennslu. Það er alveg ekki spurning, margt. Já, og bara margt líkt með því að kenna tónlist og kenna tungumál. Það er bara, já. Já, þá bara segi takk fyrir mig og bara ykkur er velkomið að við höfum fleiri spurningar og eftir bara eða senda okkur eða ringja eða hvað það er. Bara, já, þá segi ég bara þakka ég kærlega fyrir mig.
Ok, góða kvöldi og yndislegt að fá að vera með ykkur og sjá ykkur hér í kvöld. Og ég heiti Sigurður og er Arnarsson og ég og einstök samstarfsmanneskja mín, hún Ásta Ágústsdóttir djákni, við ætlum að ræða sálgæslu í söfnuði. Og efnið er okkur báðum hjartans mál. Við höfum haft áhuga á sálgæslu í áratugi og rætt mikið okkar á milli í gegnum tíðina. Þjónað saman í Kársnessöfnuði á 15. ár. Ég hefði skrifað 14. en hún leiðrétti mig í morgun. En Ásta kom í starfsþjálfun til mín til Lundúna þegar ég þjónaði þar sem prestur á sínum tíma. Og með tíð og tíma höfum við komið okkur upp ákveðnu vinnuferli og fyrirkomulagi í sálgæslunni og samvinnu sem Ásta ætlar að fara betur yfir á eftir. En hvað er sálgæsla og hvað er söfnuður? Í innri samþykktum þjóðkirkjunnar þá segir meðal annars að sókn er grunneining þjóðkirkjunnar og vettvangur þjónustu hennar á hverjum stað fyrir sig. Hún er félag þess fólks innan þjóðkirkjunnar sem myndar söfnuð, þar sem fagnaðarerindi er boðað og sakramentinum hönd höfð og fólk leitast við að lifa samkvæmt boði Jesú Krists. Og söfnurinn boðar návist Guðs í lífi fólks og að náð Guðs stendur öllum til boða. Söfnuðurinn veitir skilyrði til vaxtar og þroska í trú, von og kærleika í daglegu lífi og störfum. Og skipulag þjóðkirkjunnar birtir að hún er líkami Krists og farvegur návistar hans meðal mannana. Og sóknarskipan þjóðkirkjunnar felur í sér að kirkjan á erindi við þjóðina alla og þar er engin undan skilin. Og frumskylda sóknar er helgihald, kærleiksþjónusta og fræðsla sem nærir og eflir trú sem starfar í kærleika. Sókn hún er landfræðilega afmörkuð stærð þar sem einn eða fleiri vígðir þjónar þjóna og sókn á að sjá til þess að sóknarbörn njóti sálgæslu, umhyggju og stuðnings á lífsgöngunni og í aðganga sálgæslu í samtali, predikun, sakramentum og fyrirbæn. Og í vígslubréfi segir að prestur eigi meðal annars að vera til aðstoðar í sálur hjálpar efnum einslega og opinberlega. Og í vígslubréfi djákna segir, djákni á að vera tákn Guðs elsku og þjóna Kristi í náunga sínum, standa vörð réttindi fólks og vera við hlið þeirra sem minna mega sín. Hann á að leitast við að hughrista sjúka og sorgbitna og vera til liðsinnis eftir því sem færi gefst og kraftar hrökkva til. Ok, drögum þetta aðeins saman. Við höfum semst að þjóna sóknarfólki á eins faglegan og góðan hátt og undir í trú, von og kærleika. Og það getur nú þýtt ýmislegt. En það er gagnlegt að spyrja sjálfan sig að því hvar er styrk minn að finna og sérstaklega, ekki síst þegar vanmáttur segir til sín og svo manneskja sem veit sjálf hvar hún stendur í þessum efnum á yfirleitt betra með að skilja og virða ólík sjónarmið. Ég var spurður fyrir 2 árum síðan að spurningu sem ég hélt bara hreinlega allir vissu svari við og ég var mjög hissa að fá þessa spurningu og svaravant og mér verður nú ekkit oft svaravant. En spyrjandinn var þá verðandi fermingabarn, englagur, nú er ég búinn að kjafta þetta var strákur, en englagur og skemmtilegur og kröftugur. En hann og fermingabörnin hefðu komið í heimsókn í starf eldra fólks í söfnuðunum og fengu þar fræðslu og svo var veglegt kaffi hlaðborð á eftir og var þetta hugsað sem hluti af fermingafræðslunni og þau skiptu sér niður á borðin fermingabörnin og komu svo með eldra fólkinu upp að hlaðborðinu og fengu snittur og ýmislegt annað kruður í. Og þarna stóð hann blessaður og klóraði sér í höfðinu, einlægur og frábær og spurði mig svo Siggi, hvað er brauðterta? Og hann var eiginlega skelfingu lostinn og jú,
við vitum hvað brauðterta er og líkamleg næring sem okkur mörgum finnst góð en svo er þessi andlega næring og hvert sækjum við nú okkur styrk. Og það var gamall prestur og ég held að sagan eigi við séra Jakob í Hallgrímskirkju sem sagði eitt sinn að sálgæsla fælist í 3 atriðum: að hlusta, að þegja og tala aðeins eftir atvikum. Og þetta hefur eins mér gagnleg regla í sálgæslu og ég segi líka reglulega við sjálfa mig: mundu það að þú ert með 2 eyru og 1 munn. En hlustun er grunnatriði og það má líkja sjálfgæslu við brúagerð, tengingu á milli Guðs og manns og annars. Og þjáning manneskjunnar er ákallir þeirra sem trúa á Guð að vera öðrum eitthvað af því sem Kristur er. Og Sigurbjörn Einarsson orðar þetta svo dásamlega í einum sálma sinna, þar sem hann yrkir að létta bróður böl og bæta raunir hans, að seðja, gleðja, græða mein, sé gleði kristins manns. Fyrirmyndin er Kristur, frelsarinn. Og í samfylgd með öðrum sláumst við í för með Kristi. Við sjáum hvernig Kristur mætir manneskjunni, já, af tilættunarlausum kærleika. Og Kristur viðurkennir, hlustar án þess að dæma og kemur þannig til leiðar umbreytingu í kærleika. Kristur leiðir manneskjuna til samfunda í dýpt. Til samfunda við sína innstu verund. Og góðu kennari í sálgæslunámi mínu vestur í Bandaríkjunum, séra Jeff Billebeck, sagði við mig einhverju sinni: Siggi, pældu alltaf í þessum 3 atriðum í sálgæslu. Hvað er að gerast hjá viðmælandaðinum, hvað er að gerast hjá þér og hvað er að gerast í samtalinu á milli ykkar. Og þetta hefur líka reynst mér drjúgt og ég nota oft í samtali við sjálfan mig. Og Jeff sagði líka oft við mig, og endanum náðu nú þau orði í gegn, það tók smá tíma, hann sagði: Siggi, sinntu sjálfum þér andlega og líkamlega til að geta verið öðrum styrkur. Ég spurði á föstudaginn var og laugardaginn nokkra vini og sóknarenda fólk, samstarfsfólk og fólk sem hefur þegið sálgæslu: hvað er sálgæsla? Getur þú lýst í nokkrum setningum? Og þetta fólk sem ég spurði hefur veitt mér styrk og þrek á mismunandi hátt á lífsins leið, gott samferðafólk. Og það sem var svo merkilegt við þetta, að langflest þeirra, 90%, voru búin að svara innan við 2 klukkutíma eftir að erindi barst til þeirra. Og það finnst mér merkilegt. Fólk lætur sig málið varða. Og hér sjáum við nokkur svör og ég er með þetta líka hérna á blöðum, ég ljósritaði nokkur blöðu, þið getið tekið það, ljósrita báðum einn, þannig að þið getið séð þetta. Þarna kemur fólk úr ýmsum áttum, það eru aðstendendur, það er aðili í sóknarnefnd, það er prestur og starfsmaður í heilbrigðisþjónustu, það eru heilbrigðisstarfsmenn og svo hér neðst heilbrigðisstarfsmaður með guðfræðimenntun. Þetta eru djúp og áhrifarík og athyglisverð svör og fyrsta svarið sem kom er svona: það fyrsta sem er dettur í hugar að vera til staðar og hlusta. Ómetanlegt er að vita af einhverjum sem þú getur leitað til hvenar sem er. Og svo kom svar frá manneskju sem er heilbrigðisstarfsmaður og hefur þegið sálgæsluþjónustu. Í mínum huga er sálgæsla aðstoð sem veitt er einstaklingum á erfiðum tímum í lífið þeirra. Einstaklingum er mætt á nákvæmlega þeim stað sem hann er í sorg, áfalli, honum veitt áheyrn, virk hlustun og samkennd. Hann fræddur sorgarferli og að allar tilfinningar séu leyfðar.
engin ein rétt leið. Og sá sem sálgæslu veitir þarf að geta sett sig í spor þeirra sem sálgæsluna þiggja eins og hægt er og þannig reyna að koma til móts við einstaklingin á þeim stað sem hann er hverju sinni. Og það er list sálgæslu veitenda. Hafið heyrt þetta orð áður? Sálgæslu veitenda. Að vita hvenær þarf bara að hlusta, hvenær þarf að fræða og veita ráð og hvenær fólk er til að mynda orðið fast í sorg eða áfalli og þarf tilvísun í frekari meðferð, sálfræðings eða geðlæknis. Og sálgæsla er nauðsynleg. Sálgæsla er að sýna samkennd og samhug, hún er að hlusta djúpt, reyna að skilja, fræða stig sorgar, afleiðingar, áfalla, eðlileg viðbrögð. Og sálgæsla er einhverju leyti að opna eigin sál, upplifa sorg með fólki og vinna úr henni með einstaklingnum. Þetta eru mögnuð svör og bendi sérstaklega, ég færði það til en ég var búinn að fá annað svar frá þessum presti. En svo kom stuttu síðar þetta svar. Stutta og ekki lærða svarið, þetta var að broskall þarna. Sálin kemur frá Guði, sálin fer til Guð, sálin er Guð, sálin er ljósið í sérhverju manni, sálin tjáir sig með tilfinningum, sálin syngur, sálin tjáir sig ekki línulega. Sálin á oft erfitt með að koma tilfinningunum í orð. Það er hlutverk okkar presta að gæta hennar, að skilja hana, að hlusta á hana og halda með henni og gefa henni rými. Það að vera sálgætir, það er sálgæsla, það sem hlúð er að sálinni sjálfri. Og þetta er alltaf í ljóð. Hér er seinna blaðið, það sem eru svör líka. Og ég vek athygli ykkar sérstaklega hér á þessu svari hér. Nú þegar ég hugsa tilbaka eftir tæp x ár, þetta er einstaklingur sem hefur mist barn, er hlýjan og kannski þögnin sem hjálpaði mér mest. Þegar ég segi þögnin, þá ég við að ég gat þagað og þurfti ekki að segja neitt í hóptímum. Það eru sem sagt tíma sem voru sorgarhópar í söfnunum, ef ég kaus svo. Einnig þögnin hjá þeim sem ég talaði við þegar ég þurfti að tjá mig. Og svo er það samkenndin. Og svo er líka hér svar sem ég langaði að sýna ykkur, það er á fyrri glæðrunni. Og þetta er svar frá heilbrigðisstarfsmanni hér. Viðkomandi er geðlæknir. Tunga okkar er gagnsæ, orðin mörg hver knöpp, fögur, hlaðin merkingu. Sálgæsla er eitt þeirra orða, vísa til harma í lífi, áfalla og sára innstu hjarta róta, en einnig er hér falin aðgát og mýkt í umönnum allara djúpra sára. En svo getið þið tekið blöðin og eftir og pælt í þessu betur. Ég fekk leyfi hjá viðkomandi aðilum, held ég langflestum já. En stefin í þessum svörum eru nokkur og meðal annars eru þau stuðningur, hversu mikilvægur hann er, og kærleikur, hlýja, þögnin, mæta fólki þar sem það er og vera til staðar, það er þá nærvera, virk hlustun og djúp og rétt orð sem geta opnað sín, samkennd og samhugur, aðgát, mýkt og gefa rými. Heimurinn hrynur, allt er breytt, sásökin er óbærilegur. Það er ekki svo að sorgin og söknuðurinn sé horfin. Ég hugsa son minn á hverjum degi og þurrka oft tárin, en með hjálp fagfólks hefur mér tekist að lifa með sásökanum, sorginni og söknunum. Þetta eru áhrifarík orð og mögnuð frá aðila sem hefur tekið þátt í sorgarhópastarfi. Þetta eru orð sem líka gefa manni við lestur kraft og styrk. Það er sálgæsla þegar óháður aðili er til staðar fyrir þau sem áþurfa því að halda. Hlustar og dæmir ekki og öll erum við nú mismunandi en sumt fólk býst við að geta rætt við presta og djáknað erfiða hluti og flókna sem á því hvíla. Og lykilatriði í sálgæslu í söfnuði að mínum mati er trú á Guð, góðir innviðir sem við eigum svo sannarlega að ýmsa í kirkjunni eins og mikinn mannauð þjóðkirkjunar
með fjölbreytta menntun og reynslu. Og sálgæsla er fallegur, göfugur og nauðsynlegur hluti af því að vera manneskja. Og yfir til þín. Ég bað hann að lána mér bókina á þann, því mér finnst ég virðulegri með bók en hérna, ég sagðist lofa að stela ekki ræðunni hennar. Komið sæl og blessu, ég er ekki alveg svona háasinn, býttu nú við svona. En mér langaði aðeins að fara yfir ykkur með það hvernig við vinnum í Kópavogskirkju, hvernig sálgæslu er háttað í Kópavogskirkju. Heyrist ekkert, þarf ég að koma nær? Þú veist þeir sem er að hlusta. Já, heyrir í mig núna? Gott. Ég ætla að fá að lækka þetta aðeins, mér finnst ég ansi, svona. Ekki lægi. Já, leðilegt að vera með þetta í nefinu. En spurningin er, hvernig vinnum við í Kópavogskirkju og af hverju gerum við hlutina með þeim hætti sem við gerum en ekki öðruvísi? Okkur langar aðeins að fá að bregða ljósi á það hvernig við vinnum sálgæslu í okkar söfnuði. Okkar leið er ekki betri heldur en annar staðar, ekki verri heldur. Þetta er okkar leið og hún hentar okkur vel og við erum örugg í henni. Það er nefnilega svo mikilvægt í þeim störfum sem við sinnum að við finnum til öryggi hjá okkur sjálfum þegar við sinnum þeim. Ég held að það sé engin ein rétt leið til að sinna sálgæslu. Við höfum þekkingu okkar og reynslu, innsæi, áhuga fyrir fólki og velferð þess og að sjálfsögðu Guð almáttugan með okkur. En áður en að ég held lengra þá ætlaði ég að fá að kynna okkur aðeins. En séra Sigurður sem talaði hérna áðan, hann útskrifaðist frá Háskóla Íslands árið 1994 með cand.theol.próf og vígði síðan til Grafarvogsprestakals árið 1995. Árið 2002 þá lauk hann starfsréttindanámi sem sjúkrahúsprestur frá Meritier sjúkrahúsinu í Madison, Wisconsin í Bandaríkjunum. Síðar var hann prestur Íslendinga í Bretlandi og þjónaði meðal annars í Luxemborg og hann hefur verið sóknarprestur í Kópavogskirkju frá 2009. Ég sjálf er djákni í Kópavogskirkju og þar hef ég starfað frá 2010 og var við 2011 sérstaklega til að sinna sálgæslu í söfnuðinum. Ég útskrifaðist 2007 frá Háskóla Íslands með BA-prófi Guðfræði af djáknaleið og meðan á námi mínu stóð í háskólanum þá tók ég meðal annars klínist sálgæslunám sem ég segi alltaf að hafi verið með því betra sem ég gerði í háskólanum og eitt það gagnlegasta sem ég hef gert. Síðan lauk ég diplómanámi í sálgæslufræðum frá Endurmenntunarstofnun Háskólans 2012. Og undanfarið 5 ár þá hef ég verið formaður hópslysanefnda Þjóðkirkjunnar og sitt sem slík í samráðshópum áfallamála á landsvísu og við sitjum bæði í ráðshóp Kópavogsbæjar sem er ráðgjafahópur áfallamál á sveitarstjórnarstigi. Ásamt séra Guðmundur Kalli Brynjarsinni sem er sóknarprestur hér í Lindakirkju og við finnum gríðarlega fyrir því hversu mikilvægt það er að kirkjan eigi fulltrúa þar og hversu sjálfsagt og mikilvægt þeim sem vinna hjá bæjarfélaginu finnst það líka. Og þegar áföll hafa orðið hér í bænum þá fáum við iðulega símtöl og þar sem við erum í rauninni beðin ráða og beðin að vísa málum áfram. Og það sem við getum gert er að vísa málum þá í rétt prestakall til dæmis, að það sé ekki bara hver sem er að fara inn í aðstæður vegna þess að við byggjum okkar starf á sóknum og að það sé þá prestur sem kemur til með að sinna viðkomandi áfram. Já, það er nú bara síðast núna í dag sem við fengum slíkt símtal. En fyrir utan þetta, að þá höfum við bæði tekið þetta nám sem við höfum á bakinu, þá tökum við bæði lengri og styttri námskeið sem við höfum tekið og höfum við náttúrulega gríðarlega áhuga á málinu.
En öll náin vinna með fólki getur gengið á úthald og þrek. Og það er svo mikilvægt að hlúa að sjálfum sér þegar maður í þeim störfum. Og við erum mjög meðvituð þetta að til þess að sinna okkar störfum þurfum við að passa upp á sjálf okkur. Við höfum hvort okkar þáttinn á því. Siggi mjög duglegur að fara út og hlaupa. Ég er handónýtt þar, mér finnst hins vegar mjög gott að fara í heitt pílates og reyna að stunda það. Við reynum að passa í að halda upp á gleðina en samt með virðingu og allt í takti og jafnvægi. Ef maður ætlar að endast í þessum störfum, þá þarf maður líka að gæta klukkunni. Það er tími til að vinna og svo er aftur tími til að hvílast og sinna fjölskyldu. Sigurður tekur til dæmis yfirleitt frí á miðvikudögum og er þá ekki á skrifstofunni. Ég passa mig á því að taka ekki viðtöl á föstudögum, en auðvitað koma tímar þar sem að við getum ekki farið eftir þessu, en heilt yfir þá er þetta það sem við reynum að gera. En það sem er grunnur að okkar samstarfi er traust. Við treystum hvort öðru fullkomlega. Við þekkjum styrkleika hvors annars og við erum óhrædd við að leita aðstoðar hjá hvort öðru. Eða vísa málinn til hvors annars ef að þannig ber undir. Og við erum duglega að sækja okkur handleiðslu, bæði út í bæ og eins höfum við handleitt hvort annað. Það er mjög fjölbreytt sálgæsla sem við sinnum í okkar söfnuði. Og flestir sem sækja til okkar eru sóknarbörn. En það er líka alltaf til að það kemur fólk eftir ábendinga annara sem hafa sótt til okkar og svo eru bara alltaf einhverju sem taka upp tólin og hringi einhverja kirkju. Og fyrstu árin mín, þegar ég vann í Kópavogskirkju, þá var ég eina vígða konan í Kópavogi. Og það gerði það verkum að ég var með mjög mikið af konum í sálgæslu sem að bjuggu allstaðar í Kópavoginum. Og þetta segi ég vegna þess að mér finnst það líka mér svo áríðandi að það séu bæði konur og karlar sem vinni í kirkjunum. Þannig að það sé gott aðgengi hvort heldur sem er að konum eða körlum. Öll okkar nálgun er að við erum samferða fólki tíma. Við fáum að vera samferða fólki meðan þannig er tökum á tilverunni. Eftir áföll eða breyttan veruleika einhvern. Og ég lít nú svo á að það er allt sálgæsla í kirkjunni. Það er sálgæsla falin í því hvernig kirkjuvörður kemur fram við sóknarbörn sem koma í erfiðum aðstæðum. Það er alveg sama hver er. Og af hverju er fólk að koma? Það eru margar ástæður og misjafnar. En mér finnst samt á þessum tíma sem ég hef verið í þessu að fleiri og fleiri eigi í erfiðum og stríðum samskiptum við fólkið sitt. Það eru allskyns samskiptavandar í gangi í fjölskyldum. Allt og margir eiga börn eða einhvern nákominn sér sem er að glíma við fíknisjúkdóm með öllu því sem þeim hryllingi sem því fylgir. Og það getur verið svo heilandi að geta sagt upphátt hvernig manni líður. Fá lána það dómgreind. Geta setið með einhverjum sem þekkir ekkert til, er ekki aðilega máli og geta tjáð sig í fullum trúnaði. Og ég veit að þið mörg kannist við þetta þegar maður er búin að sitja með skjólstæðing og svo er sagt bara það er eins og gangstéttarhellan sem er búin að vera hérna brjóstina með það er einhvern sem tók hana. Við erum töluvert mikið með para og hjónaviðtöl og það er þá oft þannig annað okkar er beðið viðtal og annarkvort bæði eða annar aðili í sambandinu. Við förum mjög gjarnan saman í það verkefni, tökum viðtöl saman, annarkvort strax frá upphafi eða köllum hitt inn í á seinni stigum. Það sem við höfum gert líka í þeim efni þá skiptum við liði, við hittum kannski parið saman, tökum stöðuna
og svo skiptum við liði og tökum einstaklingsviðtöl og þá ýmist fer ég með konunni eða kallinum og öfugt. Og viðtölin þurfa ekkert endilega að vera jafn mörg. Síðan hittust við öll aftur og förum þá saman yfir það hvernig hefur gengið og hvað sé framundan. Stundum ákveða pör að fara hvor sína leið og þá það þeirra ákvörðun, en þau hafa þá allavega sest niður með utanaðkomandi aðila og farið yfir það, þetta sé það sem þau vilja. Stundum komum við að því að hitta börn viðkomandi með þeim og við tókum það saman að núna í maímánuði þá tókum við 50 einstaklings- og paraviðtöl í safnaðarheimilinu og 32 símaviðtöl. En mér langar að segja ykkur aðeins frá námskeiði með samveru með syrgjendur sem við höfum verið með í söfnunum frá því 2011 sem var verið að vísa í hérna. Við erum búin að vera með 20 hópa á þessum tímum. En því miður hafa aðstæður hagað því þannig að við höfum ekki haft tök á að hafa hóp frá því COVID, en það stendur allt í bóta. Við höfum ýmist verið með kynjaskipta hópa og þá hef ég fylgt konunum eftir og Sigurður hefur fylgt körlunum eftir. Síðan höfum við verið með hóp með ungu fólki, 16 til 32 ára var það ekki. Við höfum verið með blandaðan hóp með konum og körlum. Það komu óskir frá hjónum sem vildu fá að vera saman í hópum og þá höfum við leitt þessa hópa saman. Það eru bara þessi kynjaskiptu hópar sem við erum með 1 og 1. En við erum oft spurð af hverju þið með kynjaskipta hópa? Okkur finnst það bara kemur vel út fyrir okkur. Það engin sérstök ástæða önnur fyrir því. Okkur finnst það virka. Það eru mun fleiri konur alltaf sem óska eftir að fá að koma í sorgarhóp og það bara munur á konum og körlum og já, það engin djúp rannsókn sem hefur átt sér stað fyrir þessu en þetta eitthvað sem okkur finnst ganga vel. En í hverju hópi eru þetta 7-10 manns og eru á öllum aldri, allt frá 24 ára í það sem voru ekki unga fólkið og alltaf 94 var elsti einstaklingurinn sem var hjá okkur. Við viljum helst ekki hafa hópin mikið starra en þetta, af því það erfiðar að hafa góða sýn yfir hópin og það líka minni tími fyrir hvern og einn til að tjá sig. Þeir hafa verið stærri þegar við höfum verið bæði að leiða samt. Hvernig kemur fólk í hópin til okkar? Jú, þau eiga það flest sameiginlegt að Sigur hefur sungið aðstandendi þeirra. Útförin fari jafnvel fram hjá okkur. Það kom alltaf ábendinga frá vinum og vinkonum og frændum og frængum. Og svo eru alltaf einn og einn sem að tekur upp síman og hringir. Stærsti hluti þeirra sem sækja þetta starf, það fólk það eru sóknarbörn. Yfirgnæfandi meiri hluti eru sóknarbörn. Sem eiga það sameiginlegt að hafa mist einhvern nákominn, maka, börn, foreldra, systkini og það líða að jafnaði 3 mánuðir frá andláti og þangað til fólk kemur í hópin. Og við upplifum það mjög ofta þeir sem að koma og taka þátt í hópastarfinu að það koma upp einhverja gamla sorgir eða gömul áföll líka sem að eru unni með. En í praktísku hluti þá hittust við allt í allt 8 sinnum. Fyrst hittust við 1 sinni í viku í 6 vikur. Tökum okkur nokkra vikna hlé, alveg 4 til 6 vikna, stundum meira, stundum minna og þá hittust við aftur 2 í viku eftir viku. Ástæða þess að við tökum okkur hlé að þá förum við aðeins frá sorgarvinnunni og svo komum við að því aftur. Það getur verið einhver ný sýn sem að vaknar eða það einhverja spurningar sem kvikna hjá fólki. Þetta bara eitthvað sem heimasmíðað hjá okkur og okkur finnst þetta virka og þetta gefur gengið vel svona. Og já, tökum okkur aðeins hvíld og komum svo aftur að. En grundvallaratriði til þess að gagns í að svona hópum
er að það ríki traust og trúnaður í hópnum. Við tölum ekki um það hver með okkur í hóp, við tölum ekki um það hvað við heyrum í hópnum, það ákveður hver og einn það hvort hann segir frá því að hann sé í hóp. Og það er ekki hægt að koma og sjá hvort að maður aðeins að máta, ætla að fá að prófa. Annarkvort skuldbindur þið til að koma eða sleppir því. Ef þú ætlar að koma og pröfa einu sinni tvisvar og hætta svo, að það kemur alltaf los á hópin ef við gerum það. Af því það tekur alveg svona 1, 2, 3 skipti fyrir hópin að ná svona góðum trúnaði og tengingu. Þannig að það er vont ef fólk er að koma og fara. Og við segjum að þú skuldbundið til að koma í öll skiptin ef þú kemur. Þetta geta allir fengið flensu þið vitið og ef nú ekki alveg svo og alls konar aðstæður komast en við göngum út frá því að fólk komi. Það hafa allir frelsi til að tjá sig í skjóli eða eins og þessi góði maður kaus að tjá sig ekki. Byrjum alltaf klukkan 8 og erum til 9:30 og okkur finnst mjög mikilvægt að halda þessi tímamörk. En eins og í öllu sem við erum að gera þegar við erum að vinna með fólki að það eru alltaf undantekningar. En það eru líka undantekningar. Tökum kaffihlé í 10-15 mínútur og þá tölum við um eitthvað allt annað. Gosið, hálkuna, veðri, rigninguna, hvað sem er. Við erum ekki að tala um það sem við erum að ræða inn á fundunum. Og fyrirkomulagið þannig hjá okkur, við sitjum alltaf í hring. Og ef einhver mætir ekki, þá er samt stóll fyrir viðkomandi. Og þá er stóllinn bara tómur. Ég byrja alltaf á bæn og við tendrum á kertum og við kveikjum á kertum fyrir þá sem við minnumst og eins ef einhver er ekki þá kveikjum við á kertum fyrir viðkomandi. Og í upphafi förum við mjög vandlega yfir reglur okkar þar sem að trúnaður og traust er efst á lista. Og við höfum aldrei fengið fregnir af því að einhver hafi rofið þennan trúnað. Tala hver eins og hann vill og þarf enginn að tala og bara einn í einu. Og látum þetta ganga fyrir og þetta eru reglurnar okkar. Við styðjumst við bók séra Karl Sigurbjörnssonar til þín sem áttum sárt að binda og við lesum hana saman og tölum viðfangsefni hvers kafla. Við erum alltaf undirbúin fyrir hverja samveru. Hvað við ætlum að lesa, stundum eru slökunaræfingar, stundum lesum við ljóð, við tölum um þau, við erum með hugleiðingar, en það er grundvallar atrið að vera undirbúin. Mikill hluti tímans fyrir viðrun, þar sem talað um líðan og upplifan. Hvað hefur komið á óvart, hvað hefur hjálpað og eitt af því sem einn hópur óskaði eftir, það var að fá að koma með myndir af ástvinu sínum. Og síðan þá höfum við boðið upp á það, en það þarf enginn að taka þátt í því frekar en hann vill. Og það virða það allir ef einhver segir nei, ég ætla ekki að taka þátt í þessu. En það er yndislegt að fylgjast með samt svona, ég veit ekki hvað tilfinninga er það er svona gleðin og stoltið og að geta sýnt myndirnar af fólkinu sínu sem að, já, þannig það eru yndislega stundir. Við ljúkum alltaf á kvöldi með stuttri hugleiðingu eða með því að lesa texta eða ljóð sem okkur finnst geta talað inn í aðstæður, verið hvatning og uppörfun og síðan ljúkum við með bæn. Það er nauðsynlegt eins og ég sagði áðan að sá sem leiði hópin sé vel undirbúin og hafi einhverja starfsáætlun. Sérstaklega þar sem tíminn sem við hittumst er afmarkaður. Og hættan er nefnilega svo að maður missi stjórna bæði á umræðuefninu og það getur komið eitthvað svona fum og óöryggi á þann sem er að leiða hópin ef að hann er ekki undirbúin. Og það myndast oft mjög sterk og náin tengsl í þessum hópum. Og ég man eftir nokkrum hópum sem að héldu áfram að hittast eftir að áttaskiptin voru búin. Og stærstu hluti, við gleymdum að tala um þetta. Já, endilega. Stærstu hluti þessi fólk sem fer í þetta starf með okkur, það skila sér á þáttin í safnaðarstarfi. Já. Það er bara augljóst mál. Já, mjög mikið af því bæði sjálfboðaliðar, bara hvað sem er í rauninni.
Eftir að þessum stundum líkur, eftir að við erum búið með þessi námskeið, 8 skipta námskeið, að þá er alltaf aðgengi að okkur. Stundum er nóg að vita af því að það er hægt að koma, heyri í okkur og fá að koma í spjall eða og fá kaffibolla eða hvað sem er. En oft er það sem fólk kemur og fara að hitta okkur 1 sinni, 2 sinni, 3 sinni eftir þessar stundir. En eitt af því sem við fáum yfirleitt alltaf að heyra, og það er hvað það kemur á óvart að það skuli fleirum líða eins og þeim. Að syrgjendurnir eru ekki einir með þessar tilfinningar sínar. Það eru allir sem er að burðast með sko, svipaða tilfinningar sem hafa lent í svona miklu missi. En hver er tilgangurinn okkar með þessum stundum? Jú, hann er að reyna að bæta líðan í erfiðum aðstæðum, benda fólki á bjargráð sín, þau eru ekkit endilega þau sömu fyrir alla, og stundum við segjum nú yfirleitt, sko, við fáum bara að vera að samferða fólki í að ná tökum á tilverun á ný, að vera náunganum náungi. En við sinnum líka sálgæslu á stofnunum og hjúkrunarheimilum í sóknin okkar. Við erum með minningastundir á hjúkrunarheimilu Sunnuhlíð 2 sinni í ári allavega og þanga bjóði við aðstandendur þeirra sem látist hafa á þeim tíma frá því við vorum síðast. Við bjóðum heimilisfólki og starfsfólki og minnumst þeirra sem látnir eru með fyrirbænum, við lesum nöfnin þeirra og tendrum ljós fyrir hvert og eitt. Við heyrum fallega tónlist. Þetta er eitthvað sem við Sigurður höfum bæði áhuga á að koma á og hefur verið hluti af okkar störfum frá því 2012. Þetta er samstarfsverkefni okkar í Kópavogskirkju og starfsfólk Sunnuhlíðar. Og þau kalla líka mikið eftir þessum stundum og það er meira segja að var í morgun var stund á dagdeildinni, þannig að dagdeildinni er líka farin að kalla eftir svona stundum, minningastundum. Það er mjög vel sótt í þessar stundir og þar er af öllum sem boðið er og það sem að okkur fannst svo mikilvægt er að aðstandendur eru búin að sitja með fólkinu sínu sem að er á Sunnuhlíð og skilur við kannski, eða flestum tilfellum, að þá er svo ferð það bara. Og það hitti kannski ekki vaktina sem var oftast með mömmu eða pappa, þið viti. Og það sem við vildum gera með þessu var að búa til vettvang, þannig að aðstandendur og aðrir heimilismenn sem segja, heyrðu, já, ég sat nú alltaf við hliðina á honum Baldri í matni, svo bara dóan og síðan ekki meir. Þannig að til að tengja þetta og líka aðstandendur og starfsfólk. Og þá er líka, semst eftir þessa stund, þetta er ekkert langa stundir, en þá er boðið upp á kaffisópa og spjall sem Sunnuhlíð býður upp á. Og það er, mér finnst þetta hafa verið feikivel sótt. Við förum reglulega í vitjanir eftir ábendingar frá starfsfólki Sunnuhlíðar og við tökum fjöldamörg sálgæslu samtöl þar. Við erum líka kölluð til þegar þungir atburðir hafa verið í starfsmannahópnum. Við heimsækjum íbúðakjarna í sókninni og stofnanir þegar erfiðar aðstæður hafa komið upp, eins og til dæmis við andlát íbúa. Og það er svo mikilvægt og dýrmætt að eiga traust og trúnað og samstarf þeirra stofnana sem eru í sókninu okkar og heimilana. Þar búa líka okkar sóknabörn á þessum íbúðakjarnum. Það eru sóknabörnin líka. Ég ætlaði bara aðeins að fara yfir allra heilara messu. Þá bjóðum við alltaf sérstaklega til aðstandenda þeirra sem prestar Kópavogskirkju hafa jarðsungi á liðnu ári og við bjóðum þau sérstaklega velkomin til messunar þar sem við byggjum með nafni fyrir þeim sem létust á árinu. Við tendrum ljós í minningu þeirra og við erum oft beðin að lesa fleiri nöfn sem við að sjálfsögðu gerum. Eitt af því sem við gerum er að setja upp lista með nöfnum allra þeirra sem beðið verður fyrir í andirinn á kirkjunni hjá okkur. Og þegar kirkjugesti mæta, þá erum við með nokkra kirkjuverði sem að á fallegan og nærgætin hátt biðja gesti að skoða og aðtjóða hvort að nafn aðstandandans sé ekki örugglega á listanum
og það sé ekki örugglega rétt skrifað og ekkert hafi fallið út. Þannig að það finnst okkur gríðarlega mikilvægt og sem betur fyrir hefur við ekki lent í því ennþá. En það svo sárt að koma og nafnið þetta ekki. Þannig að við reynum að gera allt sem við getum til að koma í veg fyrir það. Og við lítum á allra heilara messu sem sálgæslu. Við þjónum alltaf 2 eða 2 og eftir messu þá bjóðum við upp á kaffi í safnaðarheimilinu og þar erum við með erindi sorg og sorgaviðbrögð. Annað okkar predikar og hitt með fræðslu erindið. Oft hefur verið óskað eftir viðtölum eða að komast í sorgarhrópa eftir þessa stundir í safnaðarheimilinu. Það sálgæsla í bænastundunum í kirkjunni. Þar sem okkur treyst fyrir mörgum bænarefnum og við byggjum fyrir þeim. Bænastundirnar okkar eru einu sinni í viku yfir vetramánuðina. Það kannski ekkert óskaplega stór hópur sem sækir bænastundirnar, en hann afskaplega trúfastur. Og við finnum hvað stundirnar eru þeim mikilvægar. Og það líka sálgæsla í þessu hefðbundna helgihaldi hverjum sunnudegi. Það sálgæsla í predikuninni. Hún veitir von. Hún getur hreyft okkur huggað og komið og snert okkur með þeim hætti að við hugsum meira náungan. Takk fyrir. Þú ætlar að halda klára. Bara í lokin, við erum aðeins að tíminn knappur, við getum talað endalaust, en takk Ásta fyrir þín góðu og djúpu orð. Nú, mér langaði bara að nefna það að þetta ekki hægt nema við njótum dýrmæts trausts og velvilja samstarfsfólksins okkar og stuðnings þeirra og finnum það sem góðan hátt eins og þegar mann klappað á öxlina gangi vel sig ekki minn og eftir. Það ómetanlegt og sóknendafólksins og prófassins okkar og biskupsstofu og nær umhverfis Kársnesóknar. Það var spurt hérna áðan, ég var að hlusta á Guðnama og Óla Bogga og Dís og hann Gunnar. Það var spurt áðan, það var frábær spurning sem kom hérna, hvernig gerum við kirkjuna heimavelli, til dæmis heimavelli barns. Og við erum að fá á hverju hausti fermingabörnin og það kom fermingahópur í fyrra og það átti víst að vera öflugasti hópur sem hefur verið í Kársnesskóla áraraðir. En þau voru yndisleg. Og svo hópur komið núna og það þarf að hafa meira fyrir honum að því hann ekki eins kirkjuvanur og við fórum að skoða hver munurinn. Og munurinn sá að árgangurinn í fyrra þar dó einn nemandi í 5. bekk. Og við höfum unnið með sorgarstundir og bæði fyrir starfsfólksskólans, fyrir nemendur í 5. bekk og foreldra og fyrir nemendur og foreldra í 10. bekk og sér að Sjöfn kom inn í þetta starf með okkur og Ásta þegar Sjöfn var að þjóna og það var stór munur. Þarna voru þau vissu alveg hvað við vorum að gera. Og þetta var magnað. En svo kom móðir þessa nemenda sem lést eftir 9 mánaða baráttu við krabbamein í heila og gaf mér jólagjöf fyrir jólin og þessi jólagjöf komin upp á vegg á skrifstofunni minni. Og mér langar að gera þessa jólagjöf að lokaorðum hér. Gleðin. Gleðin falleg. Ég vil taka það fram að nemandinn 11 ára og hún vissi að það væri ekki hægt að gera meira fyrir sig, læknisfræðilega, þegar hún skrifar þetta ljóð. Gleðin falleg, allir elskana, því hvernig sem hún hún verður alltaf hjá þér. Stundum kemur sorgin, en það allt í lagi því hvernig sem hún hún verður alltaf hjá þér. Svo brostu svo bjart, fyndu gleðin að koma, því hvernig sem hún hún verður alltaf hjá þér. Og við þessu ekkert annað að segja en amen. En hérna, við erum búin að fara vel og hressilega yfir, þannig að við erum hérna frammi. Ef eitthvað Takk fyrir innilega.
í blöð með hérna. Við höfum ekki líka bara einu stóla það. Jú, skiptið í með þeir viljið taka. Sömu leiðis. Já, yfir og undir allt. Hér er talað af hjartaslys.
Góða kvöldið og verið velkomin öll hér sem eru og sitja á þessum fyrirlestri í kvöld og kirkjudögum og mér langar að þakka fyrir hönd Sorgarmiðstöðar fyrir að fá að vera hérna í kvöld og kynna starfsemin okkar. En starfsemin okkar náttúrulega skarast á við ykkar sem að starfið í kirkjunni og það okkur finnst mikilvægt að sé góð samvinna þar á milli. En ég ætla aðeins fyrst bara áður en ég kynni, þetta gengur út á, það erindi mitt í kvöld á að kynna þjónustun okkar sem að ég reikna með að þið þekki kannski ekki, en ef þið þekki hana þá vonandi eitthvað þarna sem að þið lærið nýtt þar. En við segjum nú oft hjá Sorgarmiðstöðinni að við viljum helst svo sem ekkert að fólk endilega viti af okkur. En þegar það missir og lendir í sorginni að þá viljum við það og að það sé hægt að benda á okkur. Ég ætla að fara bara svona stuttlega yfir svona bara stofnun Sorgarmiðstöðar og af hverju hún var stofnuð á sínum tíma. Og ég var nú svona aðeins búin að reikna með að vera að tala við frekar fagfólk eða þá sem að starfa hjá kirkjunni eða í tengslum við hana. Og þið sem hafi verið á þeim vettvangi, þið vitið það væntanlega að það hefur verið mikil þörf á því að það séu sorgarsamtök starfandi og Sorgarmiðstöðin var ekkert að byrja á sínu tíma. Nýdögun var stofnuð fyrir rúmlega 30 árum síðan. Og þar var mjög gott fólk í mörg ár. En upphafið að stofnun Sorgarmiðstöðar má einmitt rekja til vinnufundar sem var í mars 2017 og þá kom saman ýmislegt gott fólk sem að hafði áhuga á því og brann fyrir því að gera betur í þjónustu við syrgjendur á Íslandi. Og sem sagt að æskilegast væri ef það væri hægt að stofna miðstöð þar sem að syrgjendur gætu átt samastað og skjól og væri hægt að bjóða þeim þjónustu. Og þetta var það veruleika, það var öflugt fólk sem á heiðurinn að því og það var 5. nóvember sem að þetta var formlega stofnað, Sorgarmiðstöðin. Og hér sjáið þið aðildarfélögin sem þá voru, Sorgarmiðstöðin regnhlífarsamtök og félögin sem kom að stofnunin Nýdögun, Birta, Ljónshjarta og Glemjari. Og þið þekki væntanlega þessi samtök, Glemjari fyrir fólk sem hefur mist á meðgöngu og Ljónshjarta fyrir ungar, ekkjur og ekla. Já, Birta ekki reyndar lengur aðildarfélag en inn komið í dag Samhygð á Norðurlandi og Sorgarmiðstöð hefur formlega hafið starfsemi þar síðan síðastliðið vor og byrjuð með stuðningshópa þar. Nú þetta svona formlega heitin í kringu það Hafnarfjarðarbær kom mjög sterkur inn og það var undirritaður samstarfssamningur milli Hafnarfjarðarbæjar og Sorgarmiðstöðar og Sorgarmiðstöðin hefur aðsetur í lífsgæðasetri í Hafnarfirði og Hafnarfjarðarbær styrkir okkur með húsnæðið og það mjög mikilvægt framlag. Í dag eru starfsmenn, við höfum lengi núna verið 2 í 100% starfi pluss hópstjórar. Nú horfið til betri vegar þar sem að við höfum fengið styrk frá ríkinu og ráðuneytunum. Þannig að við erum að ráða inn fleira fólk. Þannig að nú erum við 2,5 og vonum því að við erum að fá, það eru svona 2000 manns á ári sem hafa samband við Sorgarmiðstöð. Á síðasta ári tókum við 140 sálgæslu og stuðningsviðtöl. Það eru svona 400 manns sem fari gegnum hópastarfið. Og það mun bætast við núna þegar Akureyri bætist við. Þannig að það segir sig sjálft að við þurfum á fleira góðu fólki að halda. Já, hérna nú bara svona myndir frá stofnuninni. Nú markmið Sorgarmiðstöðar náttúrulega að styðja við ástvini, syrgjendur og alla þá sem vinna velferð þeirra, alla þá sem að standa í kringum syrgjendur. Og við lögðum áherslu á það eða þeir sem kom á stofnuninni að þetta fjalli undir svona lýðheilsustarf eða
þar að leiðandi landlæknir verndar okkar. Þannig að þetta náttúrulega liður í lýðheilsu að styrkja fólk eftir missi. Þannig að það leiði ekki til þess að annarkvort fólk detti út af vinnumarkaði eða annað. Þannig að við teljum að við séum búin að svona sanna okkar tilgang. Nú eins og ég sagði landlæknisembættið verndari og með því áréttað að stuðningur við syrgjendur falli undir lýðheilsustarf og sé mikilvægur liður í heilsueflingu samfélagsins. Nú ætla ég að fara aðeins og kynna ykkur starfsemina því að okkur finnst mjög mikilvægt að sem flestir viti af okkur. Og sem að bæði bara missa, sem í kringum þá sem missa í nærsamfélaginu, stofnanir, þeir sem vinna alla daga eins og prestar og djáknar og aðrir með fólk sem hefur mist. Þannig ég ætla aðeins að fara bara svona yfir það sem við bjóðum upp á. Og eins og við segjum, starfsemin, hún lítur náttúrulega fyrst og fremst á þessum stuðningi, ráðgjöf, upplýsingaþjónustu og fræðslu. Ég fer betur í það á eftir. Við erum opið síma 2 í viku frá 9 til 12. Þá opin síma, þá alltaf hægt að hringja, þá alltaf einhver við síman. Og þar fær fólk hlustun. Oft fólki vísað áfram eða þannig að ég að fá hlustun. Nú það alltaf velkomið að koma til okkar og það verður einfaldara þegar við erum orðin fleiri þar að vinna og eins og ég segi sorgarmiðstöð öllum opin. Nú ætla ég einmitt aðeins að fara yfir á heimasíðun okkar og sýna ykkur bara svona með því aðeins að fara í gegnum heimasíðuna hvað það sem við bjóðum og fá tæknimanninn til þess að þetta komið? Já. Þá ætlum ég bara aðeins að fara og vona þetta hvað segirðu? Það verslu. Já, við seljum bækur. Já, og ég með bækur hér í kvöld, rétt, já, við seljum bækur sem að makamissis, sjálfsvígsmiss, sem að hjálpa fólki. Við seljum, já, og erum með bæklinga, þannig að en ef við förum aðeins í þjónustuna hjá okkur, þá langar mig fyrst að minnast á að mánaðarlega erum við erindi sem að ber heiti nýlega mist. Og það á dagskrá klukkan 6 á 50 mánaðarlega auglýst nánar á dagskránni, á síðun okkar, það þarf að skrá sig. Og ef að fjöldin það mikill, þá bjóðum við aftur upp á erindi klukkan 8. Við viljum ekki hafa þetta fjölmennt, þetta svona milli 20-25 mann sem koma og það meira og minna alltaf full skráning. Og þarna kemur fólk inn sem að bara í sárum. Og þetta bara erfið skref að taka. Við reynum að vanda okkur að taka á móti fólki og gera þetta á nærgætin hátt. Og þetta erindi sem búið að vera í gangi núna og það sömu aðilar, þetta svona skiptist á 3 aðilar að flytja þetta. Og svo bjóðum við upp á hlustun líka á eftir og sálgæslu ef fólk þarf þess og í framhaldinu oft náttúrulega kemur fólk síðan og þiggur frekari þjónustu. En já, og þetta bara mikilvægt fyrir þá sem að vinna með fólk í sorg. Maður geta bent fólki á þetta. Þetta út 1 mánuð á ári og það í júlí. Annars þetta bara alveg fast hjá okkur. Og svo langar mig að kynna fyrir ykkur stuðningshópastarfið sem við erum með. Við erum sem sagt með stuðningshópastarf og það í rauninni þungin í starfin okkar. Við bjóðum upp á stuðningshópa fyrir mismunandi missi og það var ákveðið snemma að hafa það þannig en ekki að það kæmi bara allir sem hefðu mist. Það segir sér nú svolítið sjálf líka. Þannig að við bjóðum upp á hópa og þið sjáu hér fyrir barnsmissi, makamissi og við skiptum því upp eftir aldri. Svolítið svona eftir lífskeiðinu hjá fólki. Það eru ungir eklar og ekkjur og þá það svona undir kannski 45 á svona sammeilegt að ofta vera með börn og framfæri og annað
svo það svona 50 pluss og þá fólk kannski oft svona orðið þeir sem eru með fjölskyldur komið á annan stað í lífinu og svo það svona eftirlaunaldurinn 67 pluss og upp úr. Þannig að þessir hópar eru bara saman í hóp og og þetta hefur reynst mjög vel að gera þetta svona. Nú svo það foreldramissir, þeir sem missa foreldri og það eru þá þeir sem eru í yngri kantinum, svona undir 35 eitthvað svoleið sem eru þá saman og yngri. Og síðan eldri en það, við bjóðum sjaldnar upp á kannski fyrir eldri hópin, en það mjög mikið sótt í þetta hjá okkur, foreldramissishópana. Og það alltaf biðlistar. En við reynum að sjálfsögðu alltaf að reynsa eins vel upp og við getum á vorin. Systkinamissir, það einn hópurinn sem við erum með. Að missi sjálfsvígi, að missa úr fíkn, barnsmissir á meðgöngu. Svo erum við með hópastarf fyrir ungmenni, 16 til 19 ára. Og svo erum við, og það í rauninni stuðningshópastarf. Alveg eins og fullorðin stuðningshópastarf, nema auðvitað sniðið að börnum og úlingum. Og þá í þeim hópi eru það bara börn og úlingar sem hafa mist. Þau geta hafa mist systkini eða foreldri eða eða afa eitthvað nákominn. Og við setjum það eins upp nema, ég held að séu kannski einu fari skipti. Og svo við með námski fyrir börn og úlinga. Ég ætla aðeins að fara yfir það seinna. Hópastarfið okkar einu sinni í viku í 1,5 tíma í 6 skipti. Það eru einhverju hópar sem eru 5 skipti en bara venjan 6 skipti, 1,5 tími. Það eru cirka 10 saman í hóp. Það svona eiginlega max 12, 10 ákjósanleg stærð. Það eru 2 hópstjórar með hvern hóp. Það mjög mikilvægt vegna þess að það getur ýmislegt komið upp á í svona og þá mikilvægt að það séu 2 aðilar ef það gerist eitthvað. Þannig að og annar aðilinn yfirleitt alltaf fagaðili, sem sagt, getur verið djákni, sálfræðingur, félagsráðgjafi, prestur, bara einhver sem hefur bara menntun og reynslu að starfa með fólk í sorg. Og hinn aðilinn getur auðvitað líka verið fagaðili, en annar aðilinn hefur alltaf reynslu af missi. Og við teljum það vera kannski svolítið aðalsmerki sorgarmiðstöðvar, ef ég má orða það þannig, að við sem störfum þar, að við höfum reynslu af missi, auk þess að hafa fagmenntun. Og við teljum við getum nálgast syrgjandan á svolítið annan hátt þannig. Þannig að já. En þetta sem sagt, hópstjórarnir eru svona samsettir. Og stundum við förum eftir ákveðnu módeli sem við tókum erlendis frá Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum og gagnrýnt og hefur verið notað þar. Þannig að það bara ákveðin dagskrá í hverjum tíma. Og og þeir sem eru hópstjórar hjá okkur hafa farið í gegnum þjálfun. Við leggjum mikla áherslu á það. Þetta sé faglega gert. Því eins og þið vitið að þá þurfum við bara umgangast syrgjendur af mikilli nærgætni og alúð og umhyggju. Og við leggjum mikla áherslu á það hjá okkur. Við bjóðum upp á námskeið fyrir börn og úlinga, það ekki langt sem við byrjuðum á því, og þá kannski einu sinni á vetri. Og þá það 2 helgar, ekki samfellt. Við tökum eina helgi, laugardag, sunnudag, 3 tíma í senn. Fyrsta daginn koma börn með foreldrum. Og foreldrar fá fræðslu, það stuðningur bara þau koma með, þau fá sér fræðslu og svo það bara börnin sem að koma. Og þetta sem sagt laugardagur og sunnudagur og svo ein helgi frí og svo aftur laugardagur og sunnudagur. Og þarna leggjum við áherslu á að nálgast þau í sorginni í gegnum leik og list og ýmislegt annað. Og það hafa verið konur sem eru bara mjög vanar að vinna með börn sem hafa verið með þetta námskeið. En við erum alltaf að breyta og bæta og fá gott fólk til liðs við okkur, þannig að já. Þannig að þetta hópastarfið. Ég veit ekki hvort þið viljið spyrja eitthvað það, eða eru spurningar á eftir, en hópastarfið var lengi vel gjaldfrjálst hjá okkur,
en vegna þess að okkur var þröngur og sniðinn stakkurinn, að þá gjaldið núna 5.000 fyrir þessi 6 skipti, skráningagjald. Þannig að og það líka svona til þess að fólk kannski staðfesti það að mæta. En þetta í gangi allan veturinn hjá okkur. Það bara tekur við hópur og það nokkri hópar í gangi hverri viku. Þannig að í fyrra voru þeir 30-35 hópar. Og núna hópastarf hafið á Akureyri og það byrjaði í vor, Samhygð rann undir hatt sorgarmiðstöðvar, Samhygð sorgarsamtök fyrir norðan sem eru búin að vera í fjöldamörg ár og þau byrjuð sem sagt með hópastarfi okkar nafni og það bara hérna, þú skráir þig bara hér hjá okkur og svo merkir þau bara við að þú sækir það á Akureyri. Og við erum að vonast til þess að svona nágranna byggðirnar þar og náttúrulega að vinna í því að kynna þetta, geti nýtt sér það að koma þangað. Frá Húsavík, Ólafsfirði og nágranna byggðunum í kring. Síðan eitt sem við gerum líka sem að hefur bara verið að aukast mjög mikið. Og það svo sem ekki eitthvað sem stendur akkurat hér, en það eru stuðningsviðtöl við syrgjendur. Og það mikið hringt og það mikið sendur póstur. Og fólk í sárri stöðu. Og við viljum bregðast við því, vegna þess að við getum ekki sagt við okkur finnst við ekki geta sagt við fólk að þú þarft að bíða í 3 mánuði eftir að koma á stað í hóp. Ég vil taka það fram líka til þess svona að vera tilbúin að fara í hóp, þá viljum við yfirleitt og það mælt með því að sé liðni svona 5-6 mánuðir frá missi. Þannig að því þetta djúp vinna. Þannig að við bjóðum upp á stuðningsviðtöl og við látum fólk ganga fyrir sem að hefur mist skyndilega. En við tökum fleiri, algjörlega, við látum það ganga fyrir og í rauninni má segja að sé svona neyðarþjónusta. Við látum það fólk bara, mætum því eins og við getum strax. Og eins og ég sagði, það voru 140 mann sem við tókum í þessi viðtöl í fyrra og ég hef hingað til tekið þessi viðtöl. Já, ég var ekki búin að kynna mig, ég kynnti mig þeir sem að horfa á í streymi, ég kynnti mig eiginlega áður en að streymi byrjaði, en ég heiti Jóhanna María og fagstjóri hjá sorgarmiðstöðinni en djákni og hef starfað talsvert við sálgæslu síðastliðin ár og talsvert með syrgjendum og svona kannski og verið sjálfstætt í því líka starfandi og og ég í áfalla og viðbragðstæmi Rauðakrossins sjálfboðalið og hef verið í 4 ár. Þannig ég svona hef komið talsvert að því að styðja fólk eftir áföll og missi. En þessi viðtöl taka klukkutíma og kosta 4.000 krónur. Og það verið að vísa í auknu mæli til okkar. Og þá komum við kannski að því sem að við gerum líka mikið af. Og það fræðslan. Og eins og ég hér í kvöld. Þegar ég sá þetta auglýst ykkur tíman í vor, þá hugsaði ég á sorgarmiðstöðina og heima þarna. Því hér kemur fólk sem við viljum vinna með og við erum að þjónusta sama fólkið og við vísum til ykkar og þið vísið til okkar og viti hvað í boði. Þannig að við leggjum mikla áherslu á góða samvinnu. Og við förum með fræðslu í skóla. Við höfum verið að fara með mikið af fræðslu í skóla. Ína framkvæmdastjóri hefur sinnt því, hún kennari. Þannig að við förum með fræðslu í skóla sorgina. Hvernig kennarar getur brugðist við og svona bara, leggjum mikla áherslu á því að fræða sorgina. Inn á leikskóla, þar sem leikskólakennarar, og við finnum það að fólk svo vanumáttugt oft og gagnvart sorginni. Og það náttúrulega líka ástæðan fyrir því að þetta vekur oft upp hjá hverjum og einum, eitthvað annað. Þannig að við komum inn, við erum með hraðþjónustu, fyrirtæki hringi okkur þegar hefur verið dauðsfall, það hefur dáið starfsmaður eða starfsmaður hefur mist, þá komum við inn og þá veitum við sálgæslu og erum til staðar. Og við höfum verið að fara inn á stofnanir hjá Reykjavíkurborg til Rauðakrossins og þá get ég nefnt það líka að fólk af erlendum uppruna hefur sótt til okkar í auknari mæli og
við höfum boðið upp á túlkaþjónustu þegar þannig ber undir og ég legg persónulega við mikla áherslu á að þjónusta þennan hóp og það hefur verið náttúrulega er orðin í rauninni eftirspurn eftir því að fara að vera með hóp á öðru tungumáli en íslensku. En það er svona eitthvað sem að við ætlum að fara að undirbúa. Því að eins og við vitum, við erum orðið fjölmenningarsamfélag og þetta fólk auðvitað lendir í því sama og við lendum í. Þannig að við viljum vera til staðar fyrir alla. Við erum með, þetta er svona það sem að, eins og ég segi, og þegar við erum að fara svona inn á stofnanir og svona, þá er það auðvitað kannski á velferðarsvið Reykjavíkurborgar þá er fólk sem er að vinna með skjólstæðinga sem að hafa lent í sorg eða áfalli og sorg, og vit ekki alveg hvernig þeir eru að bregðast við því. Þannig að og þá komum við með fræðsluna. Þannig að þetta er heilmikið umfang hjá okkur og kannski fáir sem átta sig á því. Svo er annað sem er hjá okkur og það er jafningastuðningur. Og það er hægt að skrá sig á síðun okkar og óska eftir því að fá jafningja. Og hvað er jafningi? Jú, það segir sér svolítið sjálft eins og í stuðningshópunum. Það sem gerist í stuðningshóp er það að þú hittir jafningja sem hafa mist ekki eins og þú en kannski af svipuðum völdum. Og þar að leiðandi finnur fólk styrk hvort í öðru og speglun og en við höfum sem sagt boðið upp á sérstakan jafningastuðning og það er fólk sem hefur farið á námskeið hjá okkur sem að við höfum haldið reglulega. Það þarf að vera liðin svona nokkur ár frá missi, fólk þarf að vera komið á góðan stað, andlega og vera tilbúið. Þetta er sjálfboðustarf og eftir þessi námskeið sem að fólk tekur þátt í og það þarf líka að sækja talsverða fræðslu hjá okkur, að þá er fólk komið á skrá sem jafningi og þá getum við vísa fólki ef við teljum að það, við getum fundið jafningja við hæfi. Þannig ef að þú hefur mist úr fíkn, kannski bróður úr fíkn, segjum sem svo, að þá er kannski einhver á skrá hjá okkur sem að hefur mist bróður eða systur úr fíkn. Og þá hittist þetta fólk og viðkomandi getur stutt og veitt aðstoð á þann hátt sem að við finnum ekki endilega í bókunum eða í fræðunum. Heldur bara svona þetta sem að reynslu heimurinn, gefur okkur. Þannig að þetta er það. Ég er náttúrulega örugglega, ég má nú ekki gleyma því við bjóðum líka upp á göngu einu sinni í mánuði. Þetta er allt inn á síðun okkar. Það er fólk getur skráð svo komið og labbað og það er einhver sem leiðir gönguna og hún er svona klukkutími farið í kringu Vífilsstaðavatn eða eitthvað og við svona stoppum aðeins og svona íhugum og segjum ef við viljum svona frá, bara í stuttu máli okkar missi og svo bara myndast þarna eitthvað samfélag. Þannig að fólk getur sótt það hjá okkur. Þannig að svo erum við með sorgartréð fyrir jólin, kveikjum á sorgartréð í Hellisgerði í Hafnarfirði og jólin eru náttúrulega bara erfiður tími fyrir fólk sem hefur mist, sérstaklega fyrst og eftir og ekkert endilega bara fyrst og eftir. Þetta eru bara þessir erfiðu tímar og þá viljum við vera til staðar og þá erum við með sérstakt erindi, jólin og sorgin sem er alltaf mjög vel mætti hjá okkur. Geta ósvipað og kirkjurnar gera, þær eru með stundir í kirkjunum í desember. Þannig að og inn á milli erum við líka með fræðslu erindi bara hjá okkur upp í sorgarmiðstöð eins og nýlega mist erindið. Þar sem að við erum kannski með eitthvað þema, gleðin og sorgin, það getur verið ýmislegt. Þannig að við svona ömmur og afar í sorg, reynum að sinna þessum hópum sem að finnst þeim stundum afskiptir og taka sér ekki pláss í sorginni. Og þannig að við höfum verið með ýmis svona erindi. Þannig að og núna er gulur september framundan og það er alþjóðadagur sjálfsvígsforvarna 10. september. Sorgarmiðstöðin er aðili að því verkefni og þeim mánuði og við munum núna í næstu viku 3. september bjóða upp á erindi hjá okkur varðandi sjálfsvíg og missi. Þannig að þetta er allt auglýst á síðun okkar. Já, nú síðan erum við bara með mjög mikið af
bara hagnýtum upplýsingum inn á síðun okkar, bæði praktískum upplýsingum fyrir fólk, bara eins og lífeyrisréttindi, sorgarorlofin, dánar, alls konar svona sem að fólk getur þá nýtt sér. Við erum sjálf ekki að ráðleggja með þessa hluti en við getum vísað á að við séum allavega með upplýsingar þetta þarna. Já, við leggjum líka mikla áherslu og á, eins og í stuðningsviðtölum og í stuðningshópunum okkar, þá leggjum við mjög mikla áherslu á að rétta fólki bjargráð í sorginni og svona í þessari göngu sem það er að hefja, þessu ferli, sem er náttúrulega ólíkt hjá öllum og við höfum tekið saman talsvert mikið af bjargráðum, má segja það sé okkar efni, en það er tekið frá fólki sem hefur komið til okkar eða okkur sjálfum eða við höfum fundið einhver staðar. Og við réttum fólki þessi bjargráð, þessi tæki. Þannig að fólk svona gangi út frá okkur með eitthvað. Og ég vil líka nefna það að kennarar hringja til okkar eða vinir og vinkonur og eru oft í öngum sínu, hvað get ég gert? Vinkona mín var að missa, hvað er í boði? Við erum náttúrulega bara að fá þessi símtöl eins og ég veit að að koma til kirkjuna líka. Og þá bara reynum við að bregðast við eins og við getum og gerum það. Þannig að það við erum á síðun okkar, það er hlaðvarp, ég veit ekki hvort þið vissu að því, hlaðvarp sorgarmiðstöðar. Þannig að þið getið bæði fundið það inni hjá okkur og það er nýbúið að setja inn viðtal við Jónu Dóru Karlsdóttur sem er ein af stofnendur Nýrra dögunar og við vorum að heiðra ásamt annarri konum daginn fyrir hennar starfi í þágu syrgjenda. En það er sem sagt ýmislegt tekið fyrir í þessu hlaðvarpi. Þarna sjáu þið. Þetta eru viðtöl og það er mikið hlustað á þetta. Og þetta er líka inn á MBL. Þannig að það er hægt að finna þetta þar. Síðan erum við með þetta er undir útgefið efni. Já. Nú, erindi og ráðstefnur. Sorgarmiðstöðin hélt ráðstefnu til dæmis í íslenskri erfðagreiningu fyrir 2 árum. Allt þetta er geymt eins og til dæmis líka eru erindi sem bæði hafa verið flutt hjá okkur og að missa ástvin eftir veikindi, skyndilega. Það er talsvert efni og þetta er náttúrulega eitthvað sem að við vonumst til. Er á ensku til dæmis, það er ágætt fyrir fólk að vita það. Er erindi á ensku fyrir fólk sem hefur mist. Já. Erindi fyrir börn í sorg sem hún Sigríður, prestur, Sigríður Kristín er með. Þannig að það er og er þessi ráðstefna skyndilega missi sem var mjög fjölmenn fyrir 2 árum. Þannig að það er bara mjög mikið efni sem hægt er að finna. Og svo vísum við í fullt að lesefni líka og annað. Nú við erum með milli 25 og 30 hópstjóra hjá okkur sem að starfa hjá okkur bara svona sjálfstætt og koma að starfinu á hverjum vetri. Og leggjum bara mikla áherslu á að það sé fólk sem að hafi bæði reynslu og þekkingu og þeir sem eru svona speglarar að þeir séu komnir á þann stað að þeir geti miðlað. Og sorgarmiðstöðin hefur verið bara mjög heppin með fólk. Við látum líka meta starfið okkar. Við gæðametum starfið okkar. Þannig að það er sendt út til þáttakanda eftir hópa. Þannig að við viljum, og við gerum það við erindin okkar, þannig að við viljum virkilega vanda okkur og bæta okkur. Og allt bara frá öllu sem vinna í þessum geira, við erum bara fögnum öllu samstarfi, öllu sem að við getum gert bara til þess að þjónusta syrgjendur. Og það hefur náttúrulega orðið mikil aukning í starfseminni síðastliðin ár. Og þess vegna núna náttúrulega höfum við verið að stækka. Og þá getum við líka, við viljum sinna og eitt sem ég gleymdi að nefna líka, sem dæmi, síðast í morgun var ég að ræða við fólk á Teams með fund á Teams
fólk í framlínu í sorgar sem að styrkir fólk, svona fagfólk út á landi. Þannig að við tökum þannig fundi með fólki sem í framlínu að styrkja fólk sem óskar eftir því og reynum þá og komum með leiðbeiningar. Ég tek stuðningsviðtöl á Teams fyrir fólk sem býr út á landi. Það auðvitað ekki æskilegasta formið, en fyrir þau sem komast ekki og búa austur á fjörðum eða fyrir vestan, að þá skiptir þetta máli. Þannig að við bjóðum upp á það og við gerum það bara þann hátt að það sé öruggt og alls sé gætt varðandi persónuvernd og annað. Þannig að við bjóðum upp á það líka, þannig að það er líka hægt að vísa á okkur. Á meðan við erum ekki komin á fleiri staði heldur en norður. En auðvitað draumurinn að við getum breytt út vængina. En það eitt skref í einu, góður hluti gerast hægt. Þannig að ef það eitthvað sem þið viljið spyrja, ég held ég sé komin svona ágætlega yfir svona heildarmyndina af sorgarmiðstöðinni og svona af starfsemi hennar. Bæklingar, ég með bæklinga hérna, ég með bækur og annað. Við höfum nú ekkert verið að selja mikið annað kannski en bækur og bæklinga. Við erum nú með reyndar leiðiskerti og svoleiðis. Það er eitthvað í búðinni hjá okkur á netinu, vefverslun. Og nú við vorum, það var Reykjavíkurmaraþonu síðustu helgi og við vorum í Laugardalshöllinni. Þar vorum við að hitta syrgjendur, bæði þá sem voru að hlaupa fyrir okkur og aðra sem stoppa hjá. Þannig að já, eru einhverjar spurningar? Ég held svona ég sé komin yfir það mesta sem ég ætlaði að fara yfir og annað bara kannski finnið það á netinu. Ef það einhverjar spurningar frá þeim sem að hlusta í streymi, þá bara velkomið að svara því. Ég sé það væntanlega náttúrulega alls ekki hér. Já, einmitt. En ég allavega sko bara hvet ykkur, þeir sem eruð í þessum geira eða hafi mist, því við höfum jú all mist á einn eða annan hátt, að leita til okkar eða vísa til okkar ef þið hafið áhuga á því við erum til staðar. Við erum með neyðarsíma líka sem að ef það mjög brýnt að þá neyðarsími og þegar það kannski lokað vegna sumarleyfa sem við þurfum því miður að gera aðeins ennþá og þá neyðarsími hjá okkur. Þannig að það brugðist við. Því að sorgin spyr ekki um tíma, stundin í stað. Það vitum við og við vitum að það getur bara markað bara djúp spor ef að fólk fær ekki aðstoð þegar það leitar eftir henni. Og það held ég að fólk sem hefur verið á þeim stað bara það veit og það skilur það. Þannig að við viljum vera til staðar ásamt öllum hinum sem eru það líka. Og við höfum verið í samstarfi við spítalan líka. Líknardeildin, hún vísað mikið til okkur, það er gott samstarf. Þær eru sem sagt standa með okkur vaktina þegar nýlega misterindið einu sinni í mánuði. Þá eru þær að taka móti fólki. Oft það fólk sem hefur verið hjá þeim en ekkert endilega og það mjög dýrmætt samstarf. Landsspítalinn áfallateymi þar. Þannig að við reynum bara að vera eins víða og við getum. Og fólk erlendis getur fengið viðtal, Íslendingar erlendis. Við höfum líka tekið þannig. En nú hljómar þetta bara eins og við vinnum 15 manns. En ég þakka bara fyrir. Ef það engar spurningar, ætlar að aðtók kannski, hefur eitthvað komið á? Nei, við vorum alveg lokað á komment. Já. Bara þannig að ég ekki komið ykkur svona. Já, ok. Þannig að þá sé bara það að vita, þeir sem eru að hlusta, það var lokað fyrir komment. Þannig að það ekki fleiri spurningar hér og þá bara þakka ég fyrir og bið ykkur vel að lifa.